Já, verið þá velkomin aftur í ljósleiðaradeildina. Það er fimmtudagur, við erum komin í 10. umferð núna, eða 10. ljósleiðara útsendinguna. Þetta verður hörkuleikur í kvöld, það er Vega Saga og ég ætla bara að fara beint í það því að ég er með mann með mér, það er engin annar en Einar Sim sem að verður minn maður on the inside. Ætla ég að fá að pikka nokkra hluti upp úr þér í kvöld. Já, heldur betur og kannski svo ég taki það strax fram hérna þá vissi ég semst ekki að Vega er í sýndir á þessu degi þannig ég er ekki bara að reyna að klína mér í útsendinga þegar Vega er að spila en mjög heppilegt samt og sérstaklega út af leiknum sem við fáum hérna í kvöld. Algjörlega, við tala aðeins við hérna fyrir leika þó svo að þú einmitt viti kannski sitt hvað Vega þá erum við báðir áhugamenn bara á góðum Counter-Strike. Og þú útskýrir fyrir mér að Saga Vega leikurinn hefur, er það ekki svona historically verið svolítið jafn eða ekki? Já, bara í gennum tíðina held ég að basically allir leikir á Miðdalsvelli hafa verið geggjaðir og mann eftir í var ekki bara síðasta tímabili frekar heldur en stórmeistaramótið þar sem að við fengum bara framlengingu eftir framlengingu hann í Inferno sem að sko sögu einhvern veginn tókst að tapa þeirri seríu á einhvern fáránlegan hátt. En svo held ég reyndar að Saga hafi unnið síðast í stórmeistaramótinu. En ég myndi ekki setja hálsinn á mér undir það. En við minnir að einmitt strákurinn hafi verið svektir að þau hefði tapað á móti Sögu þar. Við getum líka einhvern veginn bara alltaf gíska, sko. Þetta er svolítið erfitt að svona, sko, sérstaklega þeir töluðum það í síðustu útsengu, Tommi og Óli. Ég ætla bara byrjum bara að tala um hvað fór í síðustu útsendingu hjá okkur. Það var leikurinn á milli Neista og Þórs. Og sá leikur var svolítið fljótlegur þannig séð, ég held að farið 13-2 minni mig í trein og það voru highlights þarna og var skemmtilegt að sjá en það var engin neisti á svæðinu, pun intended. Þú varst múin að skrifa þennan niður, var það ekki? Nei, reyndar ekki, ég tók þetta beint úr munninum á Tomma, en það vantaði allan eldin einhvern veginn og já, nú ekki pun intended, en já, það vantaði allan eldin í leikinn hjá þeim síðast og það var nú kannski vita, ég meina Þórsar hafa í gegnum tíðina verið mjög sterkt line-up þó svo að þeir hafi kannski ekki verið með sitt síðasta line-up, þeir eru nú búin að breyta þess til núna. Já, en satt mikilvægt fyrir þetta nýja line-up að byrja vel af því að þú veist, rattin eru mjög háirar eða myndi ekki byrja vel. Náttúrulega Þór er bara orðið í raun og veru svona stable félag í íþróttum, rafíþróttum á Íslandi, sérstaklega Counter-Strike, bara náttúrulega mesti metnaðurinn hjá þessum hefðbundnu félögum hefur klárlega verið á Þór og þeir eru búin að vera með frábært line-up sem náttúrulega, eins og við vitum, er núna komið yfir í Dusty. Ég verði að taka undir það. Það er eitthvað sem það komið svolítið óvart. Við sáum Dusty fyrir öllum þessum árum. Við sáum Dusty, þeir svolítið svona tóku skrefið hvað var þar að leggja pening í, langar mér að segja, Counter-Strike og einmitt að byggja svona utan það. Ég var ekki eins bjartsýnn með þegar maður sá þessi hefðbundnu íþróttafélög koma inn en djöfull sönnuðu þau mig vitlaust og ég er bara stoltur af því. Við sáum fyrst Fylkir gera þetta sem að varð síðan að Dusty line-upinu. Svo var það einmitt eins og segið, Þór hafa bara einhvern veginn alltaf verið á toppnum hvaða line-up sem þeir eru með, þeir hafa alltaf verið í umræðinni. Já, ég held að sé líka bara þeim að þakka sem að standa hana í stjórninni hjá þeim og náttúrulega bara fjölskyldunar hjá Andra Rín basically hana sem eru sko í stjórninni og líka helstu klappstýrir og allt, það bara eiga skilið rosalega mikið fyrir þetta og bara eiga skilir raun og veru að liðinu gangi vel með að leggja mikið metnað í þetta. Ég ætla að endurtaka það sem að Tommi og Óli sögðu í síðustu útsendingunni að það er að flórið á Íslandi eins og þeir vildu meina því að nú eru þessir sterkustu leikmenn sem að hafa kannski gegnum tíðina verið einhvern veginn alltaf í kringum svipuðu lið. Nú er bara orðið nóg og flott og gott púl af íslensku leikmennum að þú getur verið með topp 8 lið eða 8 lið sem eru öll að slást titilinn. Það er ekki gefið að Dusty muni vinna. Það er ekki gefið að Þór muni vinna. En þeir eru kannski sterkasti þegar kemur að þessari umræðu. Já, ég myndi nú að segja að væri samt eitt lið sem að væri talsvert sigurstranglegri heldur en öll liðin í deildinni, sko. Já. En svo ef við lítum fyrir neðan það, þá eru klárlega, þú veist, lið sem getur tekið mapp af hvorum öðrum hér og þar, sko. Algjörlega. Þannig að, þú veist, ég er vona að við fáum sem minnsta blowouts í þessari deild. Já, ég meina það gerist hér og þar, sko, en við ættum, eins og þú sagðir áðan, við kannski förum bara aftur yfir í Saga og Vega, að við ættum að sjá, sem sagt, historically
meiri, já, í svona jafnari leik. Þú veist, það kannski ósnett að segja það, en það ætti að vera snirtilegur leikur milli þessu Já, ég sammálaðir, segi ég, Já, án þess að hafa að tjekka hvaða line-upi hjá Sögu akkurat núna. Þannig ég bara mjög spenntur að vita hversu mikla breytingar orðið, af því ég sá að mér minnir að ég hef séð tæt allavega í öðru lið, þannig að það geti verið stór biti sem þið mistuð þar. já, það nefnilega, ég með line-upið fyrir fram að mig, ég veit ekki hvort ég geti fengið það kannski á skjáin, ég ætla ekki að fara of snemmt í það, en já, hér erum við með line-upið hjá Sögu, og það ADHD, Músli, Vissard, Dóm og Skún. Eitthvað sérstakt sem þú tekur eftir hérna sem að gæti breytt svona það sem að þú myndir halda yfir Sögu? Ég kannski bara svo gamall, en ég veit ekki hver Músli Ég hef aldrei séð þetta nikk á ævi minni. Nei, ég sé þetta bara á pókanum heima, en ég hef ekki séð þetta, ég heyrði að tala hann í síðustu útsendingu, en það er sama ég þekki 4 nöfnina og það er allt nema Múslin. Ég vona að hann í þessu line-upi fyrir ástæði, það líka að vera. Ég bara get alltaf sagt alla hina 4 veit ég að þeir eru bara skotaldir leikmenn sem allir sanna sig í þessari deild, þannig að á einhverjum tímapunkti. Á einhverjum tímapunkti, já. Ég myndi samt segja að Tæti klálega stór biti til að missa. Mér finnst hann rosalega mikið að hlekkur í þessu liði. Sérstaklega í svona clutch situations raun og veru það sem hann þarf að taka ákvörðun hvort hann vilji taka áhættu eða hvort hann vilji spila passíft, en ég er bara spenntur að fylgjast með þessu Músli, hvernig hann kemur inn í þetta lið. Já, ég er alltaf hrifinn að sjá nýja leikmenn eða svona kannski orðið sem ég leita finn ég það ekki, en svona reynslu minni. Já. Og líka bara að því að maður sér það eins og í seninu út í heimi, að það er alltaf verið að segja að þessi leikmenn viti ekki hvernig það þeir eru eftir að floppa þegar kemur að pressunni, en það er bara ekkert alltaf rétt, því að það virðist vera svona hvernig þú höndla pressun, og mér finnst það getur verið alveg frá því að bara þessi leikmenn segja, heyrðu, slakaðu bara á, þetta er bara tölvuleikur sem að þetta í fyrst og fremst, og kannski menn eru bara misslakir í svona stöðu. Já, þetta er bara mjög einstaklingsbundið, og sumir líka geta verið góðir bara í fyrsta online-leiknum sínum og spila endalaust verið online. Nákvæmlega. Svo mæta þeir hérna í arena og spila úrslitaleikin og þá hverfa þeir. Já, þeir eru nú að minnstakosti, þeir eru kannski ekki mesta pressan á þeim núna, en þeir eru samt á kameru og það væntanlega meiri pressa heldur en að vera bara að spila töluleik heima á sér. Það aðeins meira undir núna, og tala nú ekki þetta official og flottasta deildin sem við erum að horfa hérna á, ljósleiðara deildin hjá okkur. En ég ætla svona, kannski við förum yfir í þá kannski næsta line-up, það Vega, og þú þekkir þá örlítið betur, býst ég við. Jó, heldur betur, þetta svolítið mín menn og þið bara hafið þá baku eirað meðan við erum að lýsa þessu leik, og hérna sér fólk kannski náttúrulega nýr mann hérna í Brion sem var ekki á síðast tímabili, og strákarnir eru mjög spenntir að spila með. Við höfum reynt að fá hann hérna oft áður, en það hefur ekki tekist, en núna komin inn. Og svo annar leikmaður hann, Kitty Disco. Já. Þetta reyndar bara varamaður hjá okkur. Okay. Serk ætti að vera að spila þarna, en hann var alveg fárveikur í dag, þannig að Kitty Disco leysir hann af. Kitty Disco er leikmaður sem að fekk, ég held að hann hafi komið einu sinni sem lánsmaður eitthvað í miðja deild hjá einhverju liði og staðist alveg frábærlega vel, og svo reyndu Vegastrákarnir, eða þegar við vorum í Breiðablik að reyna að fá hann einu sinni, og var hann með okkur í 2 leiki held ég áður en hann hætti í liðinu. Já. Þannig að þetta búið að vera smá erfitt að reyna að fá hann í eitthvað svona stabilt lið í efstu deild og sjá nákvæmlega hvað þessi strákur getur, af því að það sést bara ílástíðunum hans að feysit að þetta helviti öflugur drengur. Ég nefnilega man eftir Kitty Disco frá allt öðru tímabili. Ég var að keppa í þessum neðstu deildum fyrir kannski 6 ára langar maður að segja, þegar ég var svona sjálfur að keppa í þessu, og ég man eftir Kitty Disco sem leikmann í Somni á e-sports, eða muni eftir því, fyrir ykkur OGs, en Kitty Disco, hann var alltaf rock-solid maður, og ég sá að hann var með hugan í að vera svona competitive, sem að mér finnst líka að vera mjög mikilvægt að vera með hann keppnisskap, sko. Deathcake þekki ég bara svona smá út af hinum töluleiknum sem má alls ekki nefna, en svo það, mér langar aftur að nefna Brion. Ég veit hver Brion út af K, Zeta og Surf fyrir ykkur heima sem það er kannski ekki mikið spilað í dag, en ég veit að hann eitt sá besti svona movement player á landinu. Það ekki alveg rétt hjá mér? Það vissi ég ekki. Ekki? Eina sem ég veit mann að hann með fárlega mikið firepowers.
Já. og allir strákarnir tala bara líka hvað ljúft að spila með og hvað hann fitta vel inn í lið, en ég vissi reyndar ekki þetta með KZ, ég held ég hef aldrei spilað með þessum manni. Hann er 100% mjög góður í. Ég get kannski ekki sagt að hann sé bestur í, en þetta er líka ekkert mikið spilað í nýjustu útfærsluna Counter-Strike, en það sem ég meina kannski þarna er að maður hefur séð að movement playerar, við erum að tala um Robs, við erum að tala um kannski Monisi, movementið tengir svo rosalega mikið og getur verið rosalega mikilvægt á vígvellinum einhvern veginn. Já, það er ekki alltaf bara aimið og ég er sammála sko, ég hlakkaði til að sjá hann spila út af því að, ég meina, ef við farum í núk bara til dæmis, þá er þetta rosalega mikið svona movement, það er svo mikið svona hlutum sem þú getur gert sem að, þú veist, eins og silent, ég veit ekki reynda hvort að það sé hægt ennþá í silent droppið niður á gatinu, já. En, þú veist, það er svona lítil gimmick sem að bara svona nördar í momenti þekkja eins og Brion. Og svo líka bara basic dot eins og vart í terr að geta hoppað upp á siloið án þess að detta alltaf niður bara consistently, sko. Þetta er eitthvað sem ég gjörsamlega get ekki gert konsistently, ég næsir sko einu sinni á svona 5 skiptum með eitthvað. Ég er sjálfur þarna sko og líka bara, en já, það er nákvæmlega það, þú veist, þú ert kannski að koma þér upp á síló og það er eitthvað plan út í loftinu, ég steppaði strákar. Nú er þetta plan, þú veist, að minnstakosti hluta til opið fyrir andstæðinu, þeir eru alltaf að fara að heyra þetta sko. Já, líka bara, þú veist, er með gott spawn að komast upp á silo og mögulega ná einhverju sem allar að krossa á henni secreti strax já, algjörlega, já. Þá, þú veist, mjög vont á og missir, nær ekki hoppinu og missir af fríkillið þar. Ég held að það sé eitthvað svona sem að, það er svona mitt svona nót sem að ég ætla að fylgjast með að sjá hvernig hann, hvort það sé bara að spila eins og venjulegu Counter-Strike spilari, en ég held að verði eitthvað svona moment gimmick hjá hann, þannig að það er kannski eitthvað svona fyrir ykkur heima til að spá í. Já, og einn punktur samt í viðbót með vegalegi, en náttúrulega Serk er ekki að spila, þá vantar yngelíturinn hjá þeim, sem er alveg mjög stórt, en góða punktur. Fyrir hefur alveg, þú veist, Vírus var ygla á sínu tíma og hvað þannig, Deathkick ygla á sínu tíma. Já. Deathkick náttúrulega alls ekki maður sem vilt að ygli fyrir þig og ekki Vírus heldur. Þannig að verður alveg forunulegt hvernig þið vinna úr því, sérstaklega þið lenda á vegg í terr. Þú veist, hvort ykkur aðeins fatti að, þú veist, taka pásuna, róa strákurna niður og koma með eitthvað plan, hvernig það brúta. Hvort það nái að bakka eins út og sjá svona hvað er að fara úrskeiðis, hvað er andstæðingurinn búinn að lesa af okkur núna, eru við augljósir, hvað var þar planið mitt, nú gerir mitt eitt af þessum möppum sem að væri erfitt að gera þetta í, en við kannski, ég veit ekki hvort við fáum vídeói strax, ég væri til í að sjá það, en við getum farið yfir í Skjálta þangað til. Skjálti, það er LAN mót sem er að koma aftur núna eftir langa tíma dvöl. Góðsagna Kent, hvenær hætti það? 2005 eða eitthvað? Sko, ég má ekki tala um það, ég hef aldrei farið að Skjálta. Ólíkt Tomma, þá fór ég í river rafting og það bara var ekki góð reynsla. Ég hef betur átt að fara að Skjálta, þannig að það er fyrir ykkur sem að eru það í huga milli að fara í útskriftarferð skólas og hafa eitthvað svona eftirminnilegt eða hafa ennþá eftirminnilega og fara yfir í Skjálta, að þá verður hann haldinn 27. til 28. september á Digranesi fyrir ofan okkur. Já, þetta er bara, þú veist, þetta er góðsannakent LAN, þannig að bara fyrir alla sem er að spila, bara í guðunum bænum skráðu ykkur, þetta þurfa ekki ekki. Já, ég ætla að láta sjá hausinn minn þarna hvort sem að ég verði sjálfur að keppa eða ekki. Smash Bros líka maður. Það er nefnilega það, CS 1.6, þetta finnst mér algjör snilld. Ég verð að segja, ég vissi ekki að það yrði nógu mikill svona, sko, þetta er svo, þú kemur á 1.6, er ekki verið að segja þetta? Þú kemur á Source, ok, en þú ert á þessum tíma, þú ert að spila competitive þegar þessi tveir leikir eru spilaðir. Ég snerti að leika eitthvað svona smáttir í, sko, en ég þekki ekki alveg til svona mekanikin úr þessum tveim leikjum. Hvað er svona munurinn á, ég segi kannski að þú kemur úr Source, en hver er breytingin? Þú veist, hvað er svona það sem að menn sækjast í? Er það bara nostalgían? Já, þetta er náttúrulega fyrst og fremst nostalgían, sko. Já. Svo fannst fólk alltaf skemmtilegt að, hvað var ekki, spamma kráttstakkan, þá svona hljópstu svona skringilega og eitthvað þannig. Já. Og kannski líka krátsa til að kíkja við kassa stundum. Og svo smókarnir virkuðu ekki neitt og þú kannski skotið í gegnum alveg ótrúlega mikið af veggjum. Þannig að maður sér alveg skemmtifaktorinn í því, sko. Já, það er eitthvað sem að ég man eftir þegar maður horfir á þessa highlight bara, það er einmitt
allt var hægt að skjóta í gegnum. Það skipti engu máli hversu þykkur veggurinn var í núk, þú bara spreyjar í gegnum. Já, bara kattið aftast í lobby. Já, almáttur. Verð að segja það. Það var ekki alveg svona raunverulegt í þessu þá, sko. Já. En fyrir ykkur sem að viljið sækjast í nostalgíuna og meira, það er ekki bara að vera að spila 1.6 og eins og Quake sem var einn af uppáhaldslanleikjunum mínum, sko. En það er meira og þið getið séð fleiri upplýsingar þetta á netinu eða skjálti.rafíþróttir.is, þannig að endilega tjekkið á því. En ég ætla að fara yfir í Power Ranks hérna hjá Tomma og Óla og þeir skrifuðu þetta hérna, ég held að þetta sé rétt skrifað á mér, svona gróflega skrifað þetta. Ég ætla að sjá hvort að þú sett sammála þessu. Þeir setja Dusty og Vegan í fyrsta og annarsæti. Nei, þetta er örugglega Þór, fyrirgefðu, þetta var að vera Þór. Dusty og Þór í fyrsta og annarsæti. Settuðu Þór í annað, þú viss? Ég gæti verið að rugla. Ég held nefnilega þegar að setja Dusty í fyrsta, sem alveg veldig sörft, myndi ég segja. Já. Line-upið sem búið að tóknum á Íslandi í alveg smá tíma núna, svona fyrir utan þegar Þorsteinn F vaknar úr blundinu sínum og standa saman í lið og vinnur allt. Já, Vega öðru. Og ég held að sé bara... Já. Það sé alveg líklegt sko, og hvað er þriðja? Svo er það með KB Jóð í þriðja. Ég fór gróflega við line-upið og það var Edison, það var bara svona fyrsta orðið sem ég sá bara, wow, og bara þetta er hérna alveg line-up. Við kannski býðum með þetta, við erum bara yfir í vító, við getum séð loksins vító og hvaða möpp við erum að fara að spila. Já. Þannig að endilega skjótið því upp á skjáinni á okkur. En það er ekki búið að vera það mikið breyting á þessu line-upið, þannig ég gerir ráð fyrir að vita og sé bara svipa og hefur alltaf verið í tíðinni á þessu liðum af því að þau spila bara svona svipum upp, þannig að við ættum að fá bara svona frekar góðan leikvist. Það er ekkert að fara að koma eitthvað mapp sem að hvort liðið kann að spila eða hitt liðið kann ekki að spila. Þannig að þú veist, yfirleitt hefur þetta verið mikið núk, yfirleitt Vega frekar að pikka það, Saga mikið pikka Dust, eitthvað þannig og svo hafa liðin líka að spila mikið Ancient, þannig að ég gerir ráð fyrir að ég sjáu það. Þannig að við erum með núk og þú segir eins og... Já, þetta er komið, já, hérna er þetta, já. Herðu, ok, banna... Já, reyndar að henda Vega út Ancient, það er áhugavert. Þú nefndir hérna, það er náttúrulega nýtt mapp í mappúlunu. Já, Overpass. Það er Overpass. Er Saga pikka núk? Kemur það þér óvart? Nei, þú veist að þeir hafa líka pikkað en stundum hafa bara leyft Vega að pikka í staðinn. Svona látið þá rúlaði í gegn. Já, ok, við fáum núk, þannig að ég er spenntur, við vorum ekki bara að bulla, ég held þetta væri bara einhvers konar skjámynd þarna, en ok, Anubis næst, Anubis, er það allt innu komið í mappúlið eða? Hvað, er þetta Overpass eða? Þetta er örugglega Overpass. Já, ok. Ég ætla að vona að þetta... Skemmtilegt pikk samt hjá Vega af því að ég veit að Serk er ekki mikil Overpass maður, en... Ég held að restina af liðinu sé það, en þeir eru ekki búin að spila þetta mapp rosalega mikið. Ég ætla að double-checka hérna fyrir fram að mig. Þetta lítur nú að vera Overpass. Er þetta ekki bara gamla... Þetta er Overpass samkvæmt challenge mode, þannig að við gískum bara á það. Já, þetta er bara gamla leiðuti hérna. Já, ignorið þetta. Anubis, það er Overpass. Það er bara, ég ætla bara að fullyrða það hérna. Samkvæmt CM, þá ætti það að vera það. Mirage-bann, já, hvort þessar leið er rosalega mikið Mirage-fans. Og hvað hefur við eftir þá? Við hefum eftir Dust 2 náttúrulega eftir, það er mjög líklegt til að vera þörd. Þetta er Train eða Dust 2 sem er eftir og bannaði úr Train. Ok. Já, komið nýtt mapp náttúrulega í mappúlið þannig að það gæti alveg verið annar hvort liðið myndi hoppa þangað. En svo sjáum við bara þetta stabíla núk sem við fáum alltaf í sérium á milli, sko. Reyndar ekki bara þessara liðið, þetta er yfirleitt þegar Íslendingar eru að spila best á 3. Þá er mjög oft núk þar. Þetta er mjög Íslendingamapp sko. Já, ég sagði við því hérna fyrir þessu útsendingu að ég var ekki búinn að horfa á einn einasta Overpass leik og ekki heldur búinn að spila Overpass eftir að koma tilbaka, þannig að ég er bara mjög spenntur að læra. Það er nefnilega máli er að ég er búinn að spila aðeins í Overpass og ég er búinn að horfa á eitthvað, ég er ekki búinn að sjá neina Íslendinga spila í Overpass, allavega ekki í svona official leikjum, en ég er einmitt mjög hrifinn af Overpass út af því að þessi lið sem við erum að horfa á núna, Vega Saga, þetta er allt leikmenn sem að koma frá fyrra Overpass útfærslunni, er ekki alveg hægt að segja það, þessi leikmenn kunna á gamla Overpass og mér finnst það svona, það ætti alveg að spilast nokkuð eins, eini munurinn þú ert með nýjan leik, CS2 ekki CSGO. Þannig að það er þessi litlu hlutir eins og nú er þetta núka smókana eða hvað það kallar að brjóta smókana og nú er hægt að
ekki rifflarnir orðnir svona sterkari almennt bara, þú ert ekki eins mikið að henda í double up, nema kannski í overpass, hver veit. Já, ekki aðalastanda á því að vapparnir eru bara núna lélegri, sko. Það er svona aðalastaðan, en þetta er samt alveg frábært vappamapp og maður horfir svona, þú veist, á þessum line-upum, það náttúrulega eru 2 sterkir vappar þarna og, sko, ég hef svo sem man ekki rosalega mikið eftir vírus í þessu mappi, en ég veit að ADHD var alveg virkilega sterkur í þessu mappi í gamla daga. Já, Þannig að líka, hann er líklega leikmenn sem þarf að vera stór fyrir sitt lið þannig í þessu mappi. þetta er líka, við fáum overpass, þannig að við megum tala um það, er ekki víst að við endum alla leið í Dust 2, en overpass, það er þetta erfiða map control dæmi, það er rosalega erfitt og það er svona minninginu minni að sem Terri að það bara að reyna að fá map control, það er ekki auðvelt, út af því að einhvern veginn fá sitjarnir alltaf skot og geta bakkað. Já, þú þarf bara að nota mikið jútil til þess að geta ítt sítunum aftur, þú veist, smóki fyrir hlem og svo getur hent öðrum smók fyrir ég man ekki hvað ég kalli þetta Já, klósettin Já, þú veist, ég hurði hann á klósettunum. Já, einmitt, já. Svo aldrei ryðgaður í þessu mappi. Margir kostu líka bara mollaðir í gamla daga. Já. Það er bara, þú veist, þú getur, ef þú ert með jútil á hreinu, þá getur alveg ítt sítunum alveg rosalega aftala. Og sem síti, þú vilt ekkert eitthvað að vera, þú veist, með mínútu og 20 sekúndur á klukkunu og vera að byrja að halda frá sæt. Það er alveg mjög skeri. Já, það er gallið. Sítirnir þurfa að mæta eins og geta til að geta spila þetta reypitóg alla leið út tíman. Tíminn er nú alltaf með sétunum í liði svona oftast. Þá getur bombarnir komið niður. En þetta mapp býður samt upp á mjög skemmtileg svona aggressive city plays. Þannig að það er mér alltaf fundið skemmtilegast við þetta mapp sem svona mainly city player. Þannig að þar myndi ég segja að ég er svona skein best og maður gæti mjög oft fundið eitthvað opnarnir sem City til að pússa og vera aggressífur. Ég er mjög hrifinn af þessu mappi. Ég hlakka til að sjá hvernig pros spila þetta mapp þannig að ég geti tekið eitthvað með mér heim. En við fyrir kannski langt á undan okkur. Það er Núk til að byrja með. Og Núk er, eins og segir, þessi lið þau eru vön að mætast á þessu mappi og er eitthvað, út frá line-upinu, er eitthvað að fara að breytast í Núkinu eða verður þetta bara sami snirtilegu leikur? Þú sagði náttúrulega Sörk, hann er ekki, þannig að einhver annar þarf að taka við af þessu IGL-róli. Já, og Sörk er líka yfirleitt bara mjög hár á skorbrotinu í þessu mappi. Ég held að það sé mögulega eitt af bestu möpparum að Sörk. Þetta og Döstur enda líka. En sögumegin, það er ADHD á oft til að ef maður finnur eitthvað sem virkar í þessu mappi, þá kallar hann það bara aftur og aftur. Mjög stór sería sem hann átti á móti Dusty fyrir, ég man ekki hvort það var, ég held að örgulega þar síðasta season, þar sem þeir gjörsamlega pökkuðu þeim saman. Ég held að það hefði frekar verið Dusty heldur Þór, en allavega svona line-up sem maður hélt fyrirfram að vera að fara að pakka þeim, vinna á. En þeir fundu það bara að Dusty gat ekki stoppa, þeir tóku bara gamla góða smókvekkin úti og keyrðu niður, þannig að þeir gerðu það bara fullu, svona 3 ránd í röði eitthvað. Og svo allt í einu ákvæmpan, nú ætlaðum við að rössa ramp, þá rössuðu ramp bara og fóru beint niður og það virkaði allt sem hann kallaði, það var ótrúlegt. Það er nefnilega magna þegar að maður hefur alveg tekið svona leikið þar sem maður finnst eins og bara, ég fann sprunguna. Þeir vita ekki hver sprungan er endilega. En svo fyrir maður venjulega svona second guess þessi, bara þeir eru að fara að gera eitthvað til að spila mót þessu. Þetta er double-edged sword, það gætir enda á því að overthinka hlutina líka, sko. En Saga ætti að vera á pappír þá svona betur undirbúnir út af því að Vega eru nú, þó þau séu kannski ekki að missa sinn IGL þá eru þau samt með kannski svona fundamental hvernig þeir alltaf spila. Þetta er náttúrulega það liði búið að vera svona kórið nógu lengi. Kjarnin í þessu. Kannski Vírus og Vanger búin að spila lengst saman núna. Deathgate datt hún út á tímabili. En klárlega svona lið sem að hefur spilað þetta náttúrulega ógeðslega oft. Sérstaklega í þessum íslenskum mótum alltaf að spila þetta mapp. En ég smá fór til líka hvernig stöðuna lænast upp hjá þeim. Þeir náttúrulega með lánirinn í Kitta Disco. Eða lánirinn, varamærinn, afsakið, ekki lánir. Hann fær treyju og allt sko, þannig að hann er ekki lánir. Hann er official. Já, og ég veit ekki heldur hvað stöðu Brion spila venjulega hana í City. Þannig ég er mjög fór til að sjá hvernig þeir ætla að stilla því upp. Deathgate allavega venjulega ramp. Vírus allavega var mikið rotate. Hvað var ekki? Jú, ég held að Vanger hafi spilað, Vanger er golf, Vanger er alltaf með átasökkun og golfi. Hann er svoleiðis. Já, þannig að mjög fórting hver ætlar þá að leysa af þessa útistöðu. Já,
Einmitt, útistaðan eins og varst að nefna, það er mikilvægt, eins og varst að segja, ADHD hann fann þarna einhverja sprungu og stýrði því mjög mikið að fara niður síkretið og já, þetta er eitthvað sem að sko, mér fannst ekki alltaf vera svona merkilegt í Núk, en það kom eitthvað svona í kringum svona lokin Astralis era þegar utility urði bara, heyrðu, þetta snýst allt utility. Já. Þá var svona, hei, mappið allt öðruvísi uppsett eða vart með smókana. Þó þú farur hún í síkretið ekki, að bara hugmyndin þá ertu búin að búa til svo mikið stress á CTM mennina. Þeir þurfa núna að senda mann niður. Þeir þurfa núna að spá í síkretið. Líka fyrir eftir hvað var ég svona vegg þú tekur líka. Þau eru náttúrulega öll lið held ég, allavega topplegin í Íslands deildinni eru með þú veist, pleysa sem eru líka að flassa sig inn í íþrótta í gegnum smóking og eitthvað þannig, þannig að þú þarft að passa límislegt. Akkurat. Já, en á sama tíma að þú getur greina smókin hér City er mjög stórt varðandi þetta, þá getur þú raun og veru fæta útisvæðið miklu betur sem lið, af því að venjulega var bara, allt smókað út og eina sem þú sást fram í smóknum raun og veru var bara upp í kattinu og kannski hort yfir á eða í síkett. En núna ræður meira hvenær þú tekur bardana, því þú getur greina smókana, ef þú grunar sér liðan úti, bara eitthvað boys, greina smókana, þú getur fæta frá íþrótta, frá vippa, frá katt, frá skiluru Secret, allt á sama tíma. Ég elska þetta að CS2 býr til svona, að því að CS hefur í gegnum tíðina aldrei þurft svo miklar breytingar til að verði meta change. Pros finna alltaf eitthvað nýtt og það er alltaf breytingar út af því, en eftir þetta litla, smoke update, við reyndar heldum að yrði svakalegt bara þegar þú gast droppa greinum, við heldum að það yrði sko game breaking, en ekki jafn mikið og finnst mér einmitt að geta brotið smókana, það opnar endalaust af útfærslum til og magnað að segja, CS2 er næstu því 2 ára gamall, myndirðu trúa því? Það er ótrúlegt. Mér finnst eins og að það hafi verið síðasta sumar. Sérstaklega með, ég held að sé ekki ennþá hægt að vera coachin í leiknum sko, ég veit ekki hvað eru að vinna við þarna hjá Valve. Nákvæmlega, en við erum allavega komin inn í leik þar sem að ADHD fer út og í þetta skipti eru þið með nýjan leikmann hjá Vega, það er Brion sem að byrjar á að segja nei, Vankur sömuleiðis sér, opnar á Vissard og Musli, hann finnur opnununa á rampin, nýji leikmaðurinn hjá Sögu og það er hérna geitin niður og bomban mun fara held ég niður nema Kid Disco spammi á réttan stað rétt yfir höfuðið en tengir ekki. 4 að ríteka á 3. Sögumenn hérna báðir í Doppledóri sinna skúna 2 en Kid Disco komin á bombuna, hann er ekki með kit. Hann er komin annars smókuna, hann svo seint samt. Musli hérna stóri í sinu fyrsta rándi í þessari deild, vírus 1 eftir á móti 2. Hann er með kittið og hann fellur. Þurfti að stikka þarna, var ekkert annað í stöðunni, Musli spammar nógu mikið og hittir þarna í höfuðið. Það er fyrsta rándi fyrir Sögu. Þetta leit vel út hjá Vega í byrjun en Sögumenn þeir voru snöggir að fara bara í rampin, breyta. Þetta átti víst að vera eitthvað inni, held ég, ekki nema þetta hafi alltaf verið planið að fara 3. Já, sko, ADHD átti vantalega að finna eitthvað pikkan úti með P250, hann féll strax, gjössalega strax og þá reyndi Vissard að finna eitthvað pikk með að ég held glokku þarna í ískrinu sem fór bara illa og svo keyrði bara rampin og átut F-gig og það var kláruð þetta rand. Brion með gullfallega neytinn, hann gerir reyndar ekki meira, jú, svo sem allt í lagi skaði. Ágætis damage. Það er höfuð, ADHD, hvaðan tekur hann skotið þarna? Brion allavega fellur, þeir kaupa á móti hjá Vega, forsa alveg niður og þeir eru nú, þegar lítur þetta betur út hjá Sögumenn eins og þeir sé að fara að taka hérna 2, jafnvel 3 ránd í röð en ADHD fara ekkert meira eins og þá róast allt niður, nú er mínúta eftir. Menn aðeins að skoða hérna, Kitty Disco og Vanker sækja sér info hérna, það er ekkert hér inni. Einn maður hins vegar fyrir ofan það og spottar hérna Kitta Disco í gegnum. Dom við kattan á gólfið alveg. Þetta er bara bombsætt fritt fyrir Sögu. Ekkert sem að Vega getur gert hérna nema kannski að vonast eftir nokkur föllum en ég held að bomban og rándið sem nokkur fyrir Sögu. Þeir eru bara haldið þessum byssum núna. Það er ekki. Já, reynum að gera eitthvað í næsta rándi. Næsta ránd verður fullt spar en geta farið á með eitthvað svona yfir. Já, þetta getur hent þessari 5-7 þá ef hann heldur þessari MP9. Einmitt. Utility líka á borðinu. Já, þýðir ekkert að reyna þetta, hvað þó Musli ætlar ekki eins og að leyfa með að spara og þeir eru bara að spotta þetta.
Músli í góðri stuð þarna til að loka á þeir reyna að seifa byssunar hana og Skúl klárar þetta. Músli að byrja vel í þessari deildina, 5-0. Já, bara virkilega vel og líka bara á réttum stað og réttum tíma. Helt pússuna þarna beint fyrir neðan stigan og líka tekur innbættið á spari sem ekki eins og eitthvað sem hann þurft að gera en það bara plús fyrir þá því að nú fullt spár á móti þeim. Ég segi það reyndar Deathcake með hérna 5-7 og Kitty Disco ætlar að fara í digluna, reyna eitthvað. 2 konur með digluna núna, Brion líka. Vanger þetta með smók og flass, Byrgun ætla að plassa liðið sitt inn í lobby. Hann gerir það ansi oft reyndar. Brion verður sennilega maðurinn sem var óvitað hver myndi halda úti, hann ætlar að taka þetta á sig. Vanger að fara að setja upp í flass inn í lobby, hérna kemur það. Staurar Skún. Geggja flass, gott spot hjá þér og Músli 2K aftur. Heldur þessu uppi og Spari fær ekki að koma neitt að Skún eini maður sem að fellir þetta segi ég. Vanger sækir seinni manninn, þetta enda allt í lægi og bara enda betra núna, hann sækir 3, veistu, smá hræðsla þarna út af því að það kom dingið líka á Músli en ég segi þetta sigur miðað við aðstöðu hjá Vega. Hann einu skoti hann að það komið sér 1v1 og það hlaðað og resettað. Þetta var huge hann hjá Vanger. Já, mjög hættulegt en mér finnst samt að það getur verið sáttið með 3 í svona miðað við Sparið sem að... Já, alveg frábært result hann keypti flass og smók og nær fullt af kills. Geggja flass. En fyrsta bærandi hann komið og það vappi á vírus. Strax komið. Hefi úti setup hjá Sögu. Þetta hratt niður, þetta mjög klassísk saga eins og ég nefndi hérna fyrir leik. Komið rosalangt. Rótið ekki frá vendinu, við sjáum það. Þeir hlúta ykkur að hafa bakkað niður frá ramp. Það enginn komið niður, enginn á Vega komið niður. Og þeir eru líka að fara bara allinn. Þeir eru ekkert að spara skrefin, þeir eru að láta heyri sér. Vírus kemur núna og nær fyrsta þeir sem komið niður að segja. Vanger að brenna hérna, fellur, bomba fyrir niður, á bakviðsæla á niðri. Erfitt postplant hjá þeim, þeir eru 3 en þeir eru allavega með bombunum niðri. Það þeim í hag og nú ennþá betra búin að jafna þetta 3-3. Það virðist vera að Vega fáið. Skún hittir skotinu. Allt á Brion núna, erfitt, þeir keiftu allar niður. Vappinn kom inn í þetta ránd. Þeir voru ekki nógu snöggir rótættir en Saga líka, þeir voru ekkert að spara skrefin. Þeir létu bara heyri sér, það var gameplanin frá A til Ö að fara alla leið niður. Og núna bara að tefja tíma, Bittu kemur Sparið næstu því. Tæpur glæpur. Það með 15 HP á Skún. Var hann með kit? Ég sá það ekki. Hann ég var til að spotta það. Ætti allavega að hafa haft. Hann allavega þetta var gott spraykontroll hjá honum. Það var rétt úthugsað þarna hjá honum. Kemur smóknum. Vega samt ekki undirbúinu fyrir svona mjög típist sögustratt. Já, þeir eru að taka þetta mjög harkalega, bara svona að byrja mjög aggressífir sögu, bara snöggir að stað og... Mögulega eitthvað samskiptunum að Vega þarna. Það var að kaup. Já. Ég að meina þarna... Jú, sétarandi. Jú, einmitt. Jafnvel kannski Brion, hann var maður sem átti að heyra þetta allt, spurning hvort það er bara eitthvað eins og segir vanta komsið, en hér trade, þeir ná einum en þeir koma 2 niður í leiðinni og nú Vírus tekur aggressivt pík hérna, galopin, nær ekki að tengja ADHD, það Vírus hérna niður og það eru 2 leikmenn eftir, þetta Spari bara aldrei að fara að skila sér held ég, en við erum búin að sjá 5-7s gera kraftaverk í bara síðustu útsendingu, sást á pressa, Þetta vopnaði svolítið nýja svona, þetta kom svolítið stertinn í CS2, verði ég eiginlega að segja, 5-7, aftur. Já, og mjög upplifð hana, allavega tímabili CSGO sem Matti var á nótana, svo tók svo svolítið CS-setan við. Algjörlega, já. Áru hún nördu aftur, Kitty Disco tekur Skún, Deathcake ekki búin að joina hérna á gólfinu, sér það við vippa. Deathcake fær stór bardagi, 2-2. 2-2 og Bittu var að spotta þarna. Deathcake tekur skotið á ADHD, hann komin niður í 36 AP. Kannski skiptir ekki öllu máli með vappan en erfitt postplant fyrir þá samt sem áður. Kitty Disco og Deathcake þurfa að spila þetta mjög vel og eiginlega bara mjög hægt. ADHD heldur bara línunni hérna en því lengur, því meiri óvissa. Ekki Vega, þannig að þau þurfa að vera frekar snöggir að þessu.
Og þeir eru búin að fella einn mann, það er þá bara Dom eftir hann að veit af báðum, veit að Deathkick er low. Þeir áttu eiginlega bara ekki að vera inn í þessu rándi en hér koma þeir Dom 1 á 2 en nú er það fyrsta rándið fyrir Vega. Þeir eru mætti til leiks og gera það, verð ég að segja, bara allt í lagi snirtilega. Voru snöggir að taka ákvörðun þarna að fara bara saman. Já. Sem herferð, finnum einn, drepum hann. Sydney er bara 1v1 og þeir negla það. Fyrsta rándið. ADHD gripinn þarna við að transitiona yfir í single. Búin að halda venturingu sig aðeins og lengi og líka mjög óþægileg stað að vera með vappa að halda þessu venti þarna í close range. Þurfti bara að gera það, lár og vona og treysta á skotið en það var ekki kólið, þeir strauja þarna niður, virkilega snyrtilegt gert hjá þeim. Þá er það að halda þessu áfram gangandi. Sjáumst peninginn á sögu, hann er bara alveg búinn eftir þetta ránd. Reynda rétt. Þannig að þetta er mjög stórt ránd. Spurandinn alltaf hjá Vega búinn að vera virkilega sterk. Eiginlega bara utility bendi til að þeir þurfa eiginlega bara að fara, það er ekkert plan B og ætti eiginlega ekki að vera það. Nú er hrattur óteitt niður en Saga er ekki að fara niður og Skún tekur Brion til keyrir hann á gólfið. Ekki tilbúin þarna Brion. En með auka mann fyrir ofan, Vírus og Vanker, konum með sikkort bakkið, Dom heldur þessu áfram gangandi. Nú trade fyrir trade og þetta lítur allt út fyrir að vera Saga segi ég en Deathkick mættur hérna bomban ætlar að fara rampinn og niður og það er eitt leikmaður komið niður, það er Dom. Búið að smóka hérna ADHD, hann veit að Vírus en Vírus tekur línuna rétt akkurat þegar ADHD reynir að taka krossinn. Nú Dom í staðs að planta ákveður frekar að bombar fór ramp. Og það er, hann hittir ekki. Vírus, hættulegt og veit hann sér lár, hann er með pisluna, það er rétta playið en Deathkick líka sjá annað angulans, þeir spila þetta vel. Máttu ekki missa þessu skoti. Já, bomban rétt hér, þurfti að krossa þarna niður, spottaði það ekki. Það var bara gullfallegt skot þarna hjá honum, þurfti að vera. ADHD aftur svona gripinn með buxunum og hælunum hann á rampinum, hitta óöfila tímasetningu í þetta skipti. Bjóst við þessu, en já, tímasetningar og síðast, það er alltaf sama sagan. 2-4 stendur staðan, Vega núna komni með, já. Hvað er þetta? Hvað er ég að horfa á hér? Þetta er geitinn. Þetta er geitinn. Þetta er ofargeitinn, heyri ég í eyrunum. Já. Einn af okkar snilldastista. Áhugavert. Já, ég held þetta væri Batti fyrst bara komin hérna á kamerunni síðan í gær, en nei, við erum með fleiri geitur. Vanki er að fara lappa inn í, nei, tekur út Dom, gula. Ég kalli þetta það gula. Mér líður eiginlega eins og þau þurfa að afsaka einhverja einstu útsendingu. Ég held að það sé voðalega skipt, menn vilja íslenskuna, menn vilja enskuna. Deathkick minn, hvað var þetta? Já, P250, ég hef alltaf verið hrifnar að henni heldur en 5-7. En virðist vera að 5-7 sé samt svona sterkari byssun í dag. Já, 5-7 er 100 sinni byrji, myndi ég að segja. Ég horfði sko alltaf á peninginn og mér fannst Valjúið, gott, já. Já. P250 er gott valjú fyrir peninginn, það er klálega. En 5-7, hún gerir meiri skaða í svona close range og byrju kannski meira upp á eins. Já, betra armor penetration og gott er svona mennur sem mig sem vilja fleiri kúlur og svona meira damage fyrir body og svona. Einmitt, horfa á að gera heildarskaðan. Ég sé ekki haus sko, ég skil bara að vera neðan. Ertu svona body merchant? Já, ég alltaf verið lægsta headshot ratio. En við satt alltaf að keyra niður hérna, eða hvað, nei, hann kvöttar á smókin, það gata á þessu smók, það hefur eitthvað klikkað hérna á sögu. Dom er að svara. Spottar líka bombun að fara þarna niður, þannig að það er vita hvar bomban er, hvorki först endilega, en... Gott rótið á Vega núna, Deathkick mættur á rampinum. Ekki rótið í venti þetta skipti. Það þarf eiginlega bara að hanga hérna, hvort sem það sé info eða ekki. Hinir mennirnir geta verið rólegir þangað til. Þeir eru líka 4-3, það er svona réttra kannski playið, en Deathkick hann tekur þetta á sig sjálfur. Mjög mikið að tala hérna, þannig að hann er kannski að reyna að róa strákuna niður, en það er engin ró núna því að Skún finnur opnunina og... En svona langaði að pússa hann Deathkick, hann var komin hátt í stiðan. En Vanki er búinn að róta þetta niður og núna ætlaði að lappa á þetta kattinu, ADHD og Dom.
engin bomba og það var síðast vita af bombinandinn Secret, þannig að því lengra sem að Vanker skríður því meira þetta gefið hvar loka niðurstaðan þannig að 40 sekundur eftir og ég heldur séu bara búinir að púsla þetta hjá Vega. Þeir ætti ekki að geta klúrað þessu en þetta snýst allt hvor getur miðað í lokdags og Vanker svona rætt í vibba. Þetta snýst eiginlega á Vírus núna, hann þarf að fá opnuna, vita hvar Vanker en erfitt fyrir Vírus að vappanum hérna, mjög erfitt, komandi kula að vappa. Sérstaklega þegar með þennan leikmann að spila ótrúlega snirtilegt crossfærna hjá Sögu, vita hvað að díla við og já, eiginlega bara miða við, sko Vega voru skrifa undan þetta, verð ég að segja. Þannig að leiðilegt að þær hafi ekki náð að tengja þetta yfir í round. Já, Vanker var búinn að sækja allar upplýsingar hann í Secret algjörlega. Og Vírus var held ég búinn að pússa rampinn ef ég hef ekki rangt fyrir mér, þannig að mögulega ef að Saga nokkuð segundum hægar þá Vírus komin í backup-arna og mögulega Vanker nánast komin í vibba líka. Það var einmitt, já, þetta leiðilegt að þessi round tengist ekki þegar þú veist á með allt fyrir fram að þig, en ADHD tekur hérna línuna á íþrótta, spottar ekkert í bilið þar sem Brion hefur verið mest megnis úti. Núna með Deathkick sem að sækja. Ekki feimir hann úti. Nei, Deathkick líka komin hérna upp í Secret, þetta reyndar rosalegt, þetta mikið spilað en þeir eru ekki tilbúinir við þessu nema þá að maðurinn á top Silo væri að halda en hann að spila sig öruggt frá Secret. Deathkick núna eiginlega bara gæti ekki verið á betri stað, eiginlega verður að vonast eftir multi eða að minnstakosti einum og bakka. Hann vill fá meira. Ekkert grít, Vanker finnir þetta tengingunni gegnum smoke en þá síðasti maðurinn sem að halda Secret búinn að gefa sig en 2 eftir hjá Sögu og þeir ættu að geta verið rólegri á Vega en það hefur ekki sýnt sig allavega í síðustu rándum að bara að gefa línuna þetta, já. Reynir að taka þarna skotið en þá þetta einn leikmaður eftir bomban spottuð, Brion, hann fer að leita, ADHD eiginlega kannski bara spila spari núna strax með vappan. Brion ætti nú að vita ef að ADHD væri hún í Secret þá væri hann með bombuna sem droppað hann yfir framann en hann labbaði fram hjá honum. Kemur aftur upp hérna núna og beint í línunni á ADHD. Hann tengir beint í höfuð 20 sekundur eftir, núna geta hinir menninni farið nær, viljiði reyna að challengea á hann og þeir gera það, Kitty Disco spottar þarna línuna, nær ekki að henda smóknum alla leið fyrir. Já, ADHD líklega bara talið að hann gæti ekki haldið þessari byssu, þeir myndi alltaf ná að henda hann, var mögulega bara púsa lobby og komin hinum meginn frá, þannig að hann reynir bara allavega að falla fyrir tíman til að fá hennan pinningabónus. Einmitt. Falla fyrir eða koma sér í stöðu þar sem að síðasti maður var drepinn. Já. 4 og komin spara á Sögu, Degla 2 tekkur og 2 P250 komni til leiks og hægast aðeins á Musli þannig, hann var hann ekki 5 eða 6-0. Jú, mjög sterk byrjun en róast aðeins niður núna. Þetta mjög klassísk viðslarstaða, hann að reyna að pikkir í ískri, hérna koma út gula, Kitty Disco að farma þá. ADHD einn eftir núna aftur og nær yngri tengingu, það þá Vega, komnir með 5 stig. Saga byrjuðu sterkt í 10 en Vega eru komnir, já, seint en þó samt mættir, það betra. Einmitt. Saga alveg, það hafi ekki tína verið alveg þokkala sterkir í CT í þessu mappi líka, þannig að það verður stór hálfleikur, síðan seinni hálfleikur eru Vega. Hver ætlar að taka á sig að kóla rándin og svona? Núk myndið þú segja ennþá CT setið? Ég ennþá með að það allavega. En já, ég veit svo sem ekki hvernig þetta spilast í prósinu. Hérna ætlar að keyra rampir, fara í gegnum mollan. Það bara all in. Deathkick sér það og hann á stein. Hann nær einum einhvern veginn. Ég held að hann hafi óvart dottið, undirhendir bombunni eða undirhendir neitinni. Ef þið skildir hann að eldan, kemur sér strax tilbaka í betri stöðu og reynir að fá einn annan Heyri barða. honum beitt fyrir ofan sig. Því lengur sem hann býður, því meiri óvissa 1 kill í viðbútt hefði verið gull en þeir eru allavega komnir inn á núna. Hann kólar 2 menn út, Vanker kominn en ekki nóg og langt til að geta neita bombunni. Þeir hins vegar eru eitthvað í vafasama hérna hjá Sögu og Brion þurrkar það út frá rampinum með 3 hausa. Bara vanda sig, voru Saga aðeins svo mikið að hingra þetta? Mögulega lengja hann á bombunni niður eitthvað, hann reyndi að planta hana fyrst, hann var opinn fyrir doppul, þorði ekki hætti við, þannig að bomba fer bara aldrei niður.
Mér langar að taka fram að Deathkick heppnasti Counter-spilari á Íslandi. Það hefur ekkert breyst, hann hefur verið heppnasti Counter-spilari á Íslandi í síðustu svona 15 árum. Hvernig deyr hann ekki bara þarna, hvernig dettur hann niður, bjargar sín eigin lífi og nær killi ótrúlegt. Ég meina, en in hindsight, ég meina það gefur hann að minnst á kosti fight og bakka, óvissan þessi ömuleg fyrir sögur, vita að hann ennþá eitthvað, þeir ekki búin að drepa ramplegirinn. Og allt annað Blues, Wizard, komið höfuð á Brion hér á móti og nú eru treytin að fara frekar í hag á sögu, segi ég, Kitty kemur og heldur þessu jöfnu. En það eru byssur á öllum leikmönnum núna og þá róast allt niður. Nú vita Saga að þetta the golden opportunity, spila þetta rólega, halda óvissunni en Vírus komin í bak bara strax. Hvað pússaði hann á vappanum? Hann reyndar elskar að pússa gul á vappanum, veit ég. Þannig að hann hafi ekki bara pússað gula. Ég bara elska að sjá þetta hjá CT-mönnum þegar þeir eru óvissir að senda einn mann í leitarferð. Deathkick niðri, en býst hann við þeim frá ramp, ég ekki alveg viss það. Býttu á hvað þeir eru komnir djúpt og ég held að hann búist aldrei við öllum þremum. Býttu reyndar getur Vírus bráðan fara að kóla þetta. Já, Vírus kemur í backup hérna. Deathkick sér þá. Gott info frá Deathkick. Þeir á réttu stað. Hjá Vega, bomban ætti að fá að fara niður, ekki með mollin til að denæja Vírus, þannig að 2 menn eru spottaðir, sögumenn eru komni með ágætt post-plant situation. Skún heldur þessu... Molli fyrir bara ekki neitt. Þú segir heppnasti leikmaður, ég held að sé bara hárrétt hjá þér, tekur þetta suttalegan haus í gegnum gluggan, one-tappið, Skún. 1 á 3 og 1 á 1 núna takkaður, tekur sjansinn, neitar, kemur á móti, hann veit af þessu, hleypur upp á móti, og það ekki tími. Engin tími, hann vann þetta, ekki bara með tíma, heldur hausunu líka. Deathkick, hvað? Ok. Við spilaðu Skúnina, 1-3. Vírus var bara svo, vissi hann hitt hann og var bara svo ákveðan hann ætlaði að grina hann ef hann hefði bara píkað hann með teppinu þá hann geta klárað hann sko. Það var 100% viss að hann ætlaði að henda þessari grinu. Umulega, þetta svo óþægilegt þegar það svo mikið chaos og þetta einmitt þetta second guess. Bara, stundum bara best bara að hlaupa með og skjóta. Það bara, maður hugsar of mikið en þetta, ok, við fáum góðan leik. Þetta bara hárrétt hjá eins og við gískuðum á þetta í byrjun að Saga Vega þeirra að minnst okkur byrja nokkuð jafnir þó að leiti ekki út fyrir það til að byrja með. Musli, hann nú ennþá bara svolítið fastur á þessum 7 killum, fekk svakaleg 5 kill í byrjun en nær hann að breyta því eitthvað hérna á seti hliðinni. Wizard og Deathkick treyta allavega og þetta sama... Hérna hittir ekki neitt, þetta var Skún, núna bara 1 lifandi silo. Musli lifir enn! Bittu, ok, heldur þessu nær þessu niður í 1 á 2. ADHD, ég get alveg síðan fyrir mér ná ágættu hvað þá núna þegar hann komin í 1v1, bomban down og nær ekki að tengja það Brion sem að lokar á þetta. Nýr leikmaður hjá honum. ADHD festist hann, mér sýndist hann alltaf bakka inn í ískrið en hann festist á veggnum. Hann opnaði hurðina, stóð síðan í hotninu, kannski var planan að standa þar en það lukka einhvern veginn svona smá óvart. Ég hefði þurft að sjá replay, ég misti alveg af því. En Musli, ok, hann alltaf var mættur hérna í pistólinu. Það stundum það sem hann þarf, bara eitthvað til að koma sér í gang. Já, bara í báðum pistólunum, en hann er búinn að vera að farga alveg vel. Ótrúlega hvað hann lifði lengi hérna á stæla. Já, algjörlega, og svo bara kemur sér niður á gólf og klikkað. ADHD með skátinn hérna. Tekur aldrei skotið, Vanger komið núna yfir. Wizard með höfuð á Vanger. Skátinn fellur þá, en hann ennþá að gera skaða, eða svona. Hann ennþá að bögga þá nógu mikið úti til að þeir þóra ekki í krossin. Hann bara að fara að kíkja endalaust þessi gæi. Hann hætti því aldrei, hefur aldrei gert það. En við erum svo alltaf nýtt og nýtt angul. Það verður til að bara það pressa á Vega. Þeir einhvern veginn... Það óþolandi að spila á móti. Hann svo góður að píka, skilur við. Það er svo erfitt að hitta. Hann kíkir bara svona að fá smá info, mitt þarna. Og flott reyt fyrir hann hérna. 6. Vírus Skúndi stórbardagi og Vírus vinnur hann. Hver ennþá lifandi á gólfinu? Þetta Musli vantalega. Musli núna með ADHD. Og það kannski væri gott að sýna sig núna fyrir
Sögu. Rampurinn opinn og þeir eru með leikmann sem komið niður nú þegar. ATHD hræddur eitthvað sé hérna, kom í bakið og fara úti. Hvert ætla þeir? Hljóta að fara niður til Brion. Jú, getur Disco hleypið niður. Getur Brion náð vendinu? Það spurningin. Það allavega og að heyra í þeim, ég trúi ekki að Músli fær Brion þarna, en hann heldur sig núna í 2v2, þeir vita hvar einn leikmaðurinn en hvar hinn, ekki búinn að gefa sig upp, það ATHD komin hérna niður í Secretið og þeir ákvaða að spila saman, fíla það og með grunar að Músli verður svona fremstur inn og út frá því reynt að spila þetta, trigger disciplin hérna og Virus tekur skotið á því og þaðan færir sig. Hann á smók. Og Kitt verður að stikka núna, kýs að gera það, Virus tengir ekki og það virðist vera def, segi ég, og kemur sér næstu í aðra byssu og spreyjar betur en ATHD stikkar þetta bara alla leið og sækir 7. rándið þarna fyrir þá. Geggjað með það að þeir voru ekki með heilbrigðasta kaupið hjá Sögu. Ég trúi ekki að Músli komist í vendið þarna með MP9-ni. Já, Brion aðeins kannski seinna kom að ná sér stuðu þarna til að halda rótitinu eftir að ná búin klíranir, en hann reyndar var ekki búin að klíra skilur uppi og bak við Silo og fyrir uppi Silo og allt, þannig að ég held kannski að væri einhver að fela sig þarna. En Vega bara glockspar, ein AK náttúrulega á Virus frá síðasta nátti. Hann með armorinn en hann low, þannig að hann vilja henda honum. Spurning, það ekki hjálmur virðist vera á neinum öðrum leikmanni, þannig að kannski Glokkarinn að pikka hann þarna. Erum við með AK? Nei, látum við glokkinn hérna. Og þetta bara... Virus kom með annan. Já, herðu, það enda rétt hjá þér. Og hann ennþá að vera óþáldi. Virus núna búinn að ná að steika sér og framalega. Ég held að Viss að ekki alveg að búast við þessu. Þá kemur Virus og tekur akkur Getur hann komið AK til vina síns? Ég held það. Já, það ætti að vera 2 AKs núna komnar yfir á Vega og Vega að gera sterkt úr þessu. En það að vísu var aldrei neitt hjálmur, þannig að leikmennir eru ekki sterkir hvað varðar armor og þeir sýna hérna. Saga tekur þetta aftur tilbaka. Þó þetta leit hræðilega illa út hjá þeim. Vílir rámt hjá Virus, þetta 4K hérna á honum, á þessum hetju AK. Já, vá, ég bara, og þeir spiluðu þetta ógeðslega vel hjá Vega, bara þeir náðu opninni en það var aldrei armor, það hjálpaði þeim ekki hérna. Byssurnar voru nógu sterkar hjá Sögu. Já, einmitt, og líka erfitt fyrir Virus að reyna að taka alla fæta hana því að þú veist, ef að gæinn að píka hana undan, þá næra hann öllu leikum að fella hana því hann bara með 35 HP, en gerir samt mjög vel Virus. Nú betur armor yfir á alla leikmenn, AKs yfir á alla leikmenn, Músli enda MP9-ni, en peningur líka örlítið hárrið þá þeim. Hérna það Wizard, Manger, Brion komin hérna upp á sílóið. Gerir smókinn, sér hann að geta Disco. Og Deathcake búinn að opna hérna Sigurdið, það enginn að halda þessu hjá Vegamönnum, er það nokkuð? Halda Sigurdinu, virðist vera að þessu... Já, Sögu þá. Já, virðist vera ekki séu með info að Deathcake sé hérna niðri. Ég held að hann hafi náð að krossa fram hjá Virus, eða Wizard afsakið. Spurning hvað Deathcake... Þeir ætla að fara rampinn hérna. Deathcake heldur vendin á meðan. Deathcake ætla núna bara ekkert að reyna að klíra niðri, hann ætla bara að halda vendinu í rotate og meðan liðið hans fyrir ramp. Já, smart. Það er nákvæmlega þannig staðan. Ég heldur hafi ekki hugmynd af Deathcake sé komið niður. Jú, eitthvað smá grunur það hérna. Dom allavega búinn að koma sér, bara verði ég að segja, rock solid stöðu ef að þetta callið og það nákvæmlega það sem þetta en hann núna verður... Hann búist ekki með öðrum. Geggja, og Dom hann líka, þeir bara mætti frýr, hann búist aldrei við því Vega og Saga að taka þetta ránd. Allt fyrir ekkert 20 sekundur úr Deathcake, já, hugmyndin var góð, en nú kannski aðeins svo lengi að gerast. Þeir voru ekki á undan þeim hvað varðaði callið, en þeir hægt og rólega svona púsluðu sig saman hjá Sögu. Já, þeir lásu þetta alveg hérna að mögulega getur við maður sloppið niður og
Resti var þá líklega að fara að koma á rampinn. Já, því að ekkert annað var í gangi á meðan, það ekki kannski bara það? Jú, og náttúrulega langur tími liðin, Wizard sér ekkert úti, þannig að hann kallar bara, heyrðu, það ekkert hér, stakkarampi eða golf, þannig að, og sendi aukamann á golf. Allavega. Þetta pása? Ég ætla að ganga Sýnist út það? frá því. Mikið af tímabútur hérna, Saga, þó stórstrand fyrir sögu, sér efnahægina og vika ekki góður og ef þeir hefðu tapast randi hefðu þeir ekki verið mikið penning heldur. Nei, alls ekki. Deathkick nær að spara neina byssuna yfir en hann tekur vist engan pening með sér í liðinu og ég held að það verði alltaf staðan ekki nema þeir vilji taka ekkert svaka gamble á að forsa. Mér langar að giska á að þetta sé time að tjá veka bara út af því. Algjörlega, allir reynir ekki bara eitthvað svipað á síðast. Það gekk mjög vel hann þegar Vírus náði 4K á einum svona AK. Einmitt. Og líka bara búið að ganga vel hjá þeim í sparándum almennt, þannig að það er ekkert að vera kaupa allt of mikið. Nei, og þeir gera það einmitt ekki hérna. Þeir henda í svona smáttur í, kaupa sér eitthvað lítið hérna. Eru þeir ekki alveg búin að tapa nokkur röndum í röður núna? Ég veit ekki alveg hverju lossbónusin er akkurat núna. Nei. Treysti bara á að strákurinn minni sig við að reikna þetta rétt. Kitty Disco kaupið sinni 1100. Nei, 1800, ok. Það var eitthvað skytið þarna á hann. Lossbónusin er hérna komin í næstu í botni á þeim, 2900. Já. Eftir hjá þeim og Ok, Vírus er örugglega kall eitthvað, hann er að kaupa hérna 2 flöss. Yfirleitt hérna 2 flöss. Ég hugsa bara eitthvað golfdót, en þeir hljóta svona að pikka eitthvað fyrst. Deathkick alltaf að sér að brjóta hérna síkundið og spammar í gegn. Wizard gerir nákvæmlega það sama og málinn er nógu góður en Deathkick finnur opnun og það strax er bara búið að skila sér. Sama formúla og þið gerðu síðast bara með einn AK. Senda bara í ískrið og reyna á pikki, búið að virka bæðskiptin. Fá opnun eins og þeir á nákvæmlega sama playið en það gæti aftur bitið á því að það er ekkert armor í gangi núna nema á Deathkick sem er of lágur þannig að Wizard hann er líka búinn að sækja sér gríðlegt info hérna en þeir eru að halda þessu samt ekki, ó nei, það er að fá það og þá held ég að verði voðalega lítið sem geta gert úr þessu rándi núna. Það eru 2 diglur, það er AK þarna eitthvað staðar í kring en Wizard með vendið. Dopparvetta er maður hana. Góð tilhörun samt. Einu skrefi á undan. Getur Deathkick gert eitthvað skaða hérna, það væri stórt fyrir á. Þeir eru ekki búin að byggja banka eins og ég er Saga, þannig að allur skaði er virkilega góður. Það er rosalega vont og ég myndi jafnvel bara, getur réttlætt það að spara aftur á Deathkick. Er það galið? Við erum komin með 30 sekundur eftir hérna, það eru 4 leikmenn. Nei, það er alveg valið sko, hann alltaf á enga peningi næsta rándi, núna er AKM farinn. Brion, hann allavega lætur 700 kallinn duga og næra að uppfæra yfir í AK-un. Ég menna það eru 20 sekundur eftir, vola lítið sem hann getur gert annað en að deyja. Hann alltaf frekar að reyna og ADHD fellur hann hérna og sækir 10. rándi fyrir sögu. Þá kemur, svona aftur heilbrigt kaupi á veka og vonandi að þeir séu með svar núna eða að minnstakosti einhvers konar nýja lausn á hvernig á að spila móti sögunni. Vírus ætlar að prófa allavega tervappan. Spurningum sé með nógu gott spón til að fara í ískupík. Allir er rampíkið. Hann er rampíkið, þetta er. Það tekur býstu aggressív, eða það? Nú, býttu er. Og þessi grinna fyrir andlitið á hann. Góð neitt, en hann er með vappan og þar kemur smókur strax og eftir. Dóm grunar þetta? Algjörlega, það er hálf magna. Ok, það er enda út í smóksveikur, ok, þess vegna rótið þetta hann niður. Ég var að segja hann var bara með eitthvað skilningavitt. Man er bara, hann skjöft að skilningavitt. Þetta flikk. Býttu. Hittir ekki þarna, getur þið sko næri ekki að refsa þessu Saga, þeir bakka bara þarna nógu og snemma og gefa þeim ekki annað tækifæri. Við erum endilega að fara í kattina verðist vera, vita það er annar maður að halda. Vírus fær opnunum sína, kannski ekki nákvæmlega það sem hann hélt að myndi koma, en þeir allavega eru búin að búið til rándur þessu, en það er strax mínúta búin að skerast af þessu. Hvað er loka
svæði. Dóm einn niðri, eða ekki? Jú. Sýnist það. Nær einu, nær hann öðrum. Sleppur. Hann að lifa, stórt hjá Dóm. Bomba fyrir niður, Dóm 8 HP. Nær ekki að koma sér í burtu þarna allt og lágur, byrja og nær að taka niður með mólunum og tryggja það að Dumbledore svolítið frjálst í bili og heldur því líka bara hérna kemur sér í góða og sterka stöðu, vinnur með sínum eigin móla og þetta það sem hann kannski vantaði hjá Vega aðeins meira svona setja fótinn niður og sækja rándið með aggressioni. Þeir gera það allavega, komnir hérna til að spila, taka vappan yfir í næsta ránd. Peningur nógu snirtilegur til að þeir geti keypt en það kannski ekki alveg fallegasta kaupið en þetta kostaði en það aðeins meira til í bankanum hjá Sögu eða hvað, svo sem ekki. Þetta rísuð ránd sem að horfa hérna. Jó, þetta svolítið ræður bankanum hérna. Getur Vega unnið með þetta momentum núna eða ekki. Einmitt. Vírus allar að gerina ískrið, takk línu þar. Þeir að keyra rampinu undan Saga. Full rush ramp, samt alveg með byssur, allir nema skún, hérna koma Vírus. Það í hann eitthvað. Hlaupa allir út, Vegamenn. Áhugavert call hérna, ekki, maður sér þetta ekki oft með byssur. Nei, ég ætla að segja, full gunround, ég þorði ekki að segja það sjálfur. Já, maður sér oft svona, þetta tímasending á Wizard. Hittir á akkurat manna sem maður vildi hitta þarna. Dóm í vendinu. Makki tekur Dóm. Muslim mollar út af vend. Brion hausar hann frá ískrinu. ADHD ennþá að bíða niðri. Vita ekkert hann. Vega hefur tíma, 50 sekúndur á klukkunni. Þeir eftir á Sögu og ekki með gott kaup en ADHD Þeir klýri þetta. Það svolítið riski. Snýttir smókina, það ekki að tengja. Hvernig? Ali G þarna Ég var að fara að segja það, Ali G in the house en hann alltaf var nær að taka niður þar á eftir. Þetta var ótrúlegt, bara hann hafi ekki hitt neitt. Það er replay á þetta. Þetta var bókstaflega bara Ali G, við erum að vera með giffi tilbúið hérna að sína það. Magna hvað MP9 virkar bara þegar þú sér anstæðingin. Já. Maður hefði haldið að hann væri svo góð í að spreyja svona ekki smók en... Já, þeir náttúrulega nerfuðu hana fyrir ekki löngu síðan, þannig að spreyið ekki alveg jafn gott og það var. Mitt. En já, ég er reyndar ekki búinn að sjá marga vera eitthvað að skipta, menn voru eitthvað að prófa MP7 og eitthvað, en það er alveg lojal ennþá á MP9. Ég held ég hafi aldrei snert MP7. Sko, því ég byrjaði síðast góð, þá keypti ég alltaf MP7, mér finnst nú geggjuð. Já. En svo var umban svo góð að ég bara yfir í hana. Já, ég reynda að man eftir umbu nörfinni. Já. Og síðan þá hefur maður bara einhvern veginn ekki snert hana, sko. En Musli, pistol player, hann nú með pistol. Þeir eru að pússa líka radio, eru að fara að taka yfir lobbyina. Vírus, það að halda lobbyinu, Vírus býst ekki við þeim inn í andlitin á sér og hausaður. Musli kom með núna refsingu tilbaka en þeir eru bara svo fáir. Nú komið byssu líka, ADHD. Þeir ætla að fæta hennan bara. Eitthvað, nei, ég býði eftir mér vippa. Ætla hann að droppa með skátinn. Þá ætti ADHD að bara reyna. Þetta var mjög hættulegt að London og Vega. Það var crossfire í gangi akkurat þarna hjá Sögu. Þetta hefði getað farið virkilega illa. Vissu þeir af ADHD? Getur það verið? Vissu þeir af honum út af því að mér smagnar hann hafi ekki píkað fyrr eiginlega. Hann í horninu hann? Já. Já, ég held það allavega þegar kameran kom á það að þeir grunaði að væri þarna. Að minnstu kosti grunaði kannski það bara 10-10, við erum alltaf konið með jafnarleik. Þetta er það sem við bjuggumst við, segjum við. Fáum allavega jafnarleik hérna. Skemmtilegt en ekki búinn að vera snirtilegasti leikur frá A til Ö. Hérna að leita smók eða eitthvað. Gæti verið. Hann fann hann er kastan núna út í smóksveggur hann hjá Vega. Þvílík greina hjá Dóm, sérðu þetta? Hann er góð. Hver er þessi maður? Þetta er bara Apex 2.0. Dóm hérna. Ég er samt alveg einn og það. Nei, ég líð því þetta, viss að þetta er hann líka. Og hann er komin út á Dóm, nær Dóm öðrum. Nei, hann gerir ekki. 2 fyrir 2, trade. Reynir að standa í fætunum og sækja einn í viðbót en það verður ekki til að hann geti haldið þessu. Þá þurfa þeir að fara að rótita. Skún er komin þetta fremst í niður. Þeir eru búinir að missa B-sætið. Bomban fer niður
og þetta lítur út að vera 11. rándi fyrir Vega ef þeir ná að halda þessu. Það var vilt píkan hjá Brion. Vill Adi fara í þetta vappi í rítekjana og þið vita á honum. Skúm þarf eiginlega að gera eitthvað áður en Adi tekur ákvörðun. Brion inn fyrir hotnið, hann var ekki tilbúinn með þessu Adi og Skúm núna búinn að gefa upp sína stöðu. Brion sækir bara þristinn og 11. rándi fyrir Vega. Nýliðinn koma sterkur inn með 22 kill og vappan yfir í næsta ránd og kastar honum bara á vírusinn. Heldur betur, þetta ástæðan fyrir að Vega pikka upp Brion og hafa verið að reyna að pikka hann upp bara mörg season í röð jafnvel. Þvílíkt firepower og virkilega klár leikmaður. Og greinlega góður í KZ, það var ég að læra núna. Já, ég er ekki búinn að sjá neitt svona sem að öskrar að þetta er eitthvað sem hann getur bara út af momenti. Já. Ég er búinn að vera að fylgjast með því en það er kannski bara liðin tíð. En allavega, heitur leikur hérna fyrir framan ykkur áhorfendur og vírusinn með vappan sem var sparað fyrir hann í síðasta rándi. Nú eru Vega að fara á góðu momentumi hérna yfir í loka rándin sem eftir eru. Enda sparja sögu og þeir eru ekki að fá neitt. Þeir eru bara að halda þeim. Skún fær einhvern veginn að skjóta öðru skoti og Dóm líka er allt í einu búin að opna þetta núna. Finnur Deathkick hann á endanum á smóknum og þetta er 3-3 allt í einu. Engi múin að róta þetta niður eins og Hann samt að gera hérna. Dóm sýnist mér. Dóm nær sér í stöðu. Nær tengingunni en það er ekki nóg. Vírus er aðeins og lágur 8 HP á honum. Þeir heyra í Skún ramp. Og núna vita hann, já. Og Vega komir inn í map point. 3 stiga skor hérna hjá map point eins og þú segir. Það er svo stutt á milli í þessu saga. Þetta er alveg getað dottið með sögu. Dóm hann náði rétt svo komið sér í góða stöðun, hitti bara ekki skotunum. Já, bara, 10-12, við erum að fá hörkuleikina og Vega, kaupin hafa ekki alltaf sýnt það að það er þeim í hag. Það er búið að vera smá svona, hvað segir maður, ópússaður leikur hjá þeim. Mögulega völdum því að þeir eru ekki með sína main line-up í gangi. En þetta er samt að fara út á gólfið hérna. Sjáum það, Vírus opnar þetta og þeir keyra út á gólfið. Skúnina veita á honum og Maggi Vírus opnar gólfið hérna á vappanum. Vissart fellur og það er lítið sem þeir geta væntanlega gert í þessu sögum en allt utilina basically eftir á Vega, 2 mollar ennþá. Þetta virðist bara að vera endalokin og þeir eru núna búin að fá upplýsingar hvar einn leikmaðurinn er og yfirleitt er það bara meira en nóg. Þeir eru með 4 leikmenn og postplan og núna bara 2 staðfesti. Það er ekkert annað í stöðunni en að gefa þetta map frá sér. Saga, þeir geta óskað eftir einhverjum highlightum en það verður aldrei að randi og aldrei að mappi. Heldur Vega er búin að tryggja sér þá map-pickið hérna. Núk, það fyrir beint á þá. Einmitt, virkilega, já, góður leikur. Ég meina, þú veist, leikur samt sem hefði getað dottið í raun og veru hvorum meginn sem er. En við sáum hann í lokin að, greinilega, ég ætla að giska á að hafa verið Maggi Vírus sem hafi verið yngja líturinn. Sem hafi tekið bara ákveðin köll þarna. Þú veist, hann ákveða bara, heyrðu, ég ætla núna að opna gólfið í síðasta rándinu og ég næði pikkinu og keyrum inn. Þeir voru allir tilbúnir, hann næði pikkinu, þá er lítið sem Skún getur gert hana í vippa til þess að stoppa það. Ég ætla ekki að fara að henda einhverjum MVP-um strax út af því að mér skilst að við gerum það ekkert fyrir en eftir kannski lok leiki en svona þegar ég horfði yfir á allt Brion, hann kom sterkur inn hann. Hann var virkilega sterkur. Ég sýti þegar hann kom út á rótitunum og var að bara moppa upp 2-3. Þannig að bara virkilega sterkur. Hann byrjaði svolítið svona óþægilega kannski, hann var að halda úti og eins og þú sagðir og vissir ekki alveg hver myndi taka það á sig en hann byrjaði svolítið svona ég segi ekki slömpi en bara svona mikið pressa kannski að þeir eru að sjá svona gríðalegt svæði. Já. En kom samt sem áður inn í leik, hvort það var seint eða aldrei. Deathkick, hann var svolítið heppinn í þessu leik eða ekki? Ég ætla bara að endurtaka það sem að þú sagðir. Já, hann var alltaf, nei sko sérstaklega í þetta eina skiptið hann sem ég bent á það. Þetta var bara típist Deathkick play. Þetta var ógeðslega vel spila hjá Sögu í raun og veru áttuðu sig á því að Deathkick er rosalega mikið einnan á rampinum og fundu opnun, fóru í gegnum sinn eigin molla og voru með Deathkick með buksunar á hælunum en einhvern veginn nær hann að
sækja skambusuna í sko buksunar fella einn áður en hann heldur lífi einmitt, og á einhvern ótrúlegan hátt. Svo er þetta einmitt bara svona strákar þeirra að koma og bara tæma vasana með neituninu einhvern veginn bara að reyna að koma þér í burtu og gera eins mikið skade. Þetta er bara típisku Death Game, ég skil þetta ekki sko. Það oft talað hanna, þú veist, eppinni spilum og opinni ástum og öfugt sko. Það alveg ótrúlegt að hann eigi sko bara skemmtilega og fallega konu og barn og allt og sé að gera þetta líka í töluleikjum, það bara fálegt. Hann gersemi vega allavega ég að segja, en Muslim, langar að nefna hann átti svona, það var fyrsti leikurinn hans og í þessu line-upi og hann kom átti kannski svona erfiðan leik yfir höfuð en hann byrjaði samt vel í pistolinu og hann kannski náði bara ekki alveg að tengja það. Nei. Já, herðu, við ætlum allavega að skella okkur í auglýsingar, það ekkert annað í stöðunni en það því að við þurfum einhvern veginn að borga fyrir þessar útsendingar og þið ætlaði að gera það með því að horfa á auglýsingar en ekki fara of langt því að við höldum áfram í Overpass eftir þetta. Sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Já, hann gerir 24.000. Það getur alveg góð standi sko. Ættir að strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það ABLT27. Já. Flott maður. Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Já, verið velkomin aftur þá í útsendingunni hjá okkur og það hörkuleikur framundan. Við vorum að koma úr núkinu og við förum beint yfir í overpass þegar við komumst. En eitthvað stórt sem að þú myndir taka úr síðasta leik sem að svona, sem leikmenn úr síðasta leik, hvað fór úrskeiðis sem að átti ekki að fara úrskeiðis? Þetta kannski svolítið ósakett spurning, en þá meina ég, hvað hefði Saga betur getað gert í lokin? Ég veit ekki hvað það sé eitthvað eitt ákveði sem ég get bent á. Nei. Það eru bara mörg rándarnar sem að hefði alveg klálega geta farið til þeirra. Já. Í klötsinu, þeir voru komnir í góða stöðu þarna í, hvað var ekki, 10-8 eða eitthvað álíka, 10-7-8. Við fórum, já. Þegar Vega vinnur bara ránd sem að brýtu bankan hjá þeim og þeir ná smá tökum á pinum aftur í leiknum. Já, algjörlega. Það er svolítið bara, ég meina, Saga vinnur það ránd, þá vinnaði bara leikinn 13-7 skilur og við tölum að þessi leikur hafa ekki verið close. Og að þetta sé óvænt með hvernig leikir eru verulega milli þess að liða. En þetta alltaf bara þessi klötsfaktor í þessum mikilvægu rándum sem skiptir miklu máli og einmitt eins og talar þar var Brion líka virkilega sterkur. Já, hann kom sterkur inn og eins og sagði það væntanlega ástæða fyrir að þessi leikmaður var ofarlega á lista sem hvaða leikmenn á að pikka inn en var hann að byrjaði svolítið svona, kannski ekki byrjaði bara svona eins og, ég ætla bara að segja venjuleg leikmaður en það var alltaf þetta Brion sem að ég kannaðist við einhvern veginn. Maður vissi þetta væri rosalega sterkur leikmaður og Vega, ég meina þó að þeir voru ekki með sinn in-game lítir þá eru þeir nógu pússaðir til að vita út af hvað þetta snýst, vita hvað væri sagt svona gróflega og náttúrulega 2 fyrrum in-game lítir þarna þannig að þeir geta alveg skipt svona jobbin á milli sín hjá sem að Sörk hefur yfirleitt tekið. Já, ég var bara hrósa Vega hana, hver sem var sem kallaði hana í lokin, það var greinilega ákveðið kall sem kom, þetta voru ekki bara þeir að pikka í sikur lagi sem svona yfirleitt tilfinningi sem ég fæði þegar að horfa að liða eins og KPJ til dæmis, það er bara ógeðslega mikið firepower í öllum gaurunum og mér líður bara eins og þið séu bara allir að pikka í sikur lagi og ekki teamkemist. Já, snýst meira það. Já, en það kom, án þess að ég sé eitthvað að lasta KPJ, frábærtið, en það kom allavega hana mjög ákveðið kall í síðustu rándunum sem að sildi svo endarlega fyrir Vega. Já, algjörlega. Og já, kannski nú förum við yfir þá í overpass sem að má ég sjá, ætla ég að fullyrða það að sé mappickið hjá, var það Vega. Ekki? Það rétt hjá mér. Já. Jú. Allavega á skjánum í okkur, það var ýmislegt skítið sem poppa upp á skjánum í okkur. það er rétt hérna, ég vildi bara, en það sérst, þá eru Saga, afsakið Vega búin að taka mappickið af Sögu, en þú sagðir það samt fyrir leika, þetta eru möppin sem þessi leikmenn yfirleitt hittast í, en overpass kannski meiri óvissa. Komin smá pása síðan þið spiluðu þetta síðast á móti hvort öðru, en þessi lið spiluðu þetta oft í gamla daga og þá var ég með þess að í þessu vegarlegi Okay. Og ég get allavega sagt það í hvert einasta skipti sem ADHD með vappa þá hann að fara að taka annarkvort línu í bláu eða línu þarna yfir fountain þarna þarna á rampin balloons þarna línuna og í rampin alveg nema náttúrulega ég gerir ráð fyrir að spónin hafi ekki breyst það mikið að þetta sé ekki allt viable, þetta er ennþá allt viable. Nú veit ég eitt bara fyrir að hafa spila leikinn að CT spónin eru bara 5 og þeir eru alltaf svo sömu. Þannig að núna mikið meira instant smókar og ég held að það sé bara til ótrúlega einfalt blað bara stendur hér með hér fyrir eins og til dæmis Monster. Já, það mæntilega bara Monster smók hverju einasta rándi. Í hverja einasta, ætti bara að vera örugglega Monster smókur hverju einasta rándi en ég það kannski erfiðara fyrir Tís að gera einhverja spawnsmóka eða náttúrulega bara með heila brú yfir en Já, þeir taka smókana sína bara frá hana stigunum og þar hann réttur utan T-spawn yfirleitt. Einmitt, en það kostar það að þú þarft að fara í line-upið en mér langar að vita einmitt núna að því að við vitum hvernig overpass spilaðist áður fyrir og það einmitt með þessa helstu smóka en nú náttúrulega hægt að núka þessa smóka þannig að við sjáum hvernig það tengist á skjá fyrir framan okkur. Það bara ein leið til að komast að því og það með því að fylgjast með hér í ljósleiðara deildinni. Gjörðu svo vel, það seinna mappið hjá Sögu á móti Vega og virðist vera sem að hugmyndin að þetta sé komið í gang. Deathkick heldur lögginni eins og þetta að vera eitthvað
Þeir virðast alltaf að fara alla leið hérna, spurning hvað Deathkick, þeir eru tveir þá að býða Deathkick á B-sætinu. Ég trúi því ekki. Núna Rotate að veka tilbaka. ADHD nú að framlega til að held ég hafa spottað það. Já, þeir eru með allt info. Rotate ætti að fara niður, ætti að vera 3 að mæta þeim hérna. Hann er aldrei seinna leikmann nr. 1. Húsli hérna búinn að krátsa bakvið, nei, spottaður, Kiddi finnur hann hérna og þá þeir komni með bombuna. Vitaði ekki að þá gunpowerið, firepowerið hjá Vegan nógu sterkt til þess að taka að minnsta kosti bombuna niður og ADHD í þokkvot. Wizard spottaður, vitað þeir eiga ekki að geta klúðrað þessu. Spila hérna á, segi info, býttu, hann fær ekki, nei, þeir voru 2 tilbúinir að svinga út frá kontakti. Þetta ósanngjarnt ef að Wizard tekur þetta ránd. 1 á móti 3, en Virus tryggir það enn og aftur, geta Vega svona hlegið af sér að hafa tekið rándið sem betur fyrir. 20 í þessu, sko, Vega var með þess að, þú veist, að píka þetta saman, Já. En þeir voru bara ekki að hitta skotunum sínum, þannig að þetta var basically ótapalegt ránd, þannig þeir eru mútið einum með við hvar Wizard stóð. Akkurat. En samt að undan því, mér varst Wizard rótið þetta svo seint. ADHD var bara að pússa fjarkan og sá þau eru farnir og hann stóð ennþá inn á A-inu, alveg lengi. Var A-longið óvitað en Það var óvitað, já. Kannski En þeir voru búin að það- spotta allavega 3 þarna, þeir vissu bara, þeir vissu Deathkick, innan á B-inu. Þannig að þeir vissu að, þú veist, af hverju þeir eru að skilja eftir lurker í pistónum, það meikar enga sens, þeir voru alltaf að fara B. Það fær kannski aftur út í það að það hægt að overþenka hlutina líka. Já. Stundum það less is more, en þá Brion að reyna að hafna Káseta og ég veit nákvæmlega hvað hann var að reyna, þannig að ekki að skilja sér. Býttu, hún tekst það og sér þá! Þarna sjáu þið Káseta sína sig í CS2-mum, Brion með trikkin. Þetta verður gaman að spotta. Þú er búin að vera að bíða eftir þessu. Já, ég fekk það allan leikinn. ákveðlega það sem ég fekk og ég svo fegin. Ég hlakka til að sjá meira Brion, en Wizard nær 1 kúlu, meira verður það ekki. Þetta var spicy. Klikkaði aðeins þarna fyrst, hann lét heyri í sér. Já, þeir grunaðast þetta samt ekki einhvern veginn. Nei, sko, þeir sjálfur voru nú að stilla upp í Já. eitthvað búst þarna, en það er munurinn. Þeir þurfa 2. Brion getur gert þessa hluti sjálfur. Hann þarf ekki aðstofna. Þannig að það áttu með 4 aðra sterkar leikmenn að sjá restina. Einmitt. Núna Saga komnir í, spar eða Diglurand. Þetta hefur reyndar aldrei verið. Sko, ég horfi FaZe Clan. Þeir eru svolítið svona þekktast þegar kemur að Diglunum. Allt er hægt. Þegar ég horfi á Íslendinga með Diglu, þá finnst mér það bara að vera nákvæmlega sama saga. Já, líka mismunandi milli liða reyndar alltaf þessir gömlu góðu leikmenn sem eru bara frábærir á Diglunum og það eru margir í þessum liði sem eru þar ADHD, fjandan ert að gera. Bittu, hann Já, ég veit ekki alveg, það var eitthvað hana. Það er alltaf gaman að ADHD, sko. Það verður að segjast. Hlutum þessu manni dettur í hug. Er hann svona trúðurinn í senunni eða? Nei, Ég segi það ekki ekki þannig. Ég meina alls ekki illa. Hann er orðinn samt talfest skjári í þessu, en hann hefur alltaf var í gamlanda alltaf mjög svona skringilegar hugmyndir hvernig hann eigi að spila svona. Hann er með unique playstyle. Já, þú veist að í gamlanda var alltaf bara eitthvað, þú veist, lappandi með vappasynninginu smók og eitthvað mjög skrítið dæmi, sko. En hann er búinn að róa sig talsvert í því. Ég meina að maður líka sé það expected unexpected. ADHD allavega, hann sér hérna connector. Ekki vappi á hann minni fyrsta gunnandinu, ekki búinn að spara ná mikið pening. Felli Brion. Og er núna með, og þetta kemur bara nákvæmlega saman sem þú segir, lappar í gegnum smókin, fær gríðilegt info þannig að það er helling og ekki bara það, ég heldur búist ekki við þessu. Já, líka þú veist, hann sá að Brion var bara komið í gegnum smókin, ef þið væri tveirina hefðu pottið hlaupið báðir í gegnum smókin. Og ADHD komum bara basically búin að vinna þetta round með þessu playi. Overpass, við erum að sjá það hérna spilast fyrst fyrir framan okkur núna og gaman að sjá hvernig þessi leikur. Hann er að klíra þetta ekki á, hann vissi að teku killin í gegn reyndar. Hann er náttúrulega bara inn á B-inu. Já, byrju, wait, what? Já, það er rétt hjá þér. Já. Kom spammið út frá... Já. Áhugavert. Gegnum blankan hann að þeir vilja svo mikið fella. Sér eitthvað ADHD er bara búin að ræða þessu rondi. Og líka ekki bara það, hann er bara að tefja þá. Það er 40 sekundur eftir og þeir eru ennþá að spá í honum. Það er bara óþolandi. Hvað nú?
Deathkick 1 búinn að gefa upp sitt info 30 sekundur eftir, það er ekki til stöðunni en að spara eða deyja. Já, þetta rándi bara þetta play og ADHD, bara sigrar þetta og hérna dingaður í gegn. Já, eins og að gat ekki verið verra. Er heppni með Deathkick núna eða er það alveg búið? Nánast ekkert sem getur gert núna nema að spara byssuna og ég myndi jafnvel segja honum frekar að gera það heldur en að reyna planti út af því að væntanlega eru leikmenn á báðum sætunum eða við svona töluna hjá þeim. Hann heldur þessu bara hérna. Kannski rétti kosturinn hjá honum. Þeir eru allavega með eitthvað yfir næsta ránd. En já, þetta er akkurat overpass. Tíminn sem tekur þig bara að einmitt losna við vírusinn sem að er ADHD í þessu tilfelli. Búin að síkja bara konnektorinn þarna og koma djúpt í bakinn. Þeir vita ekkert hvað hann fær alltaf nýtt angul og alltaf nýtt kill. Já, bara maðurinn sem var í einhverju A-teiki hana, þú veist að ná map control A main og Deathkick, hann er að róta þetta bara eitthvað lengst til að reyna að stoppa þetta frá Turfspawn main. Erfitt. Og hann er staðan núna að við förum hérna í fullt kaup. Það er Brion kominn í konnektorið, hann er búinn að vera gaf okkur skemmtilegt highlight þarna áðan. En ADHD, hann er líka búinn að vera, þetta geti orðið mjög skemmtilegt head to head hérna. Brion á móti ADHD, báðir einstakir. Skemmtilegast í rándinu hann undan að Brion var ekki búinn að koma sér fram fyrir smókin og kom alveg ADHD hans á óvart. Já. Þannig að hann hefði alveg getað unnið þann barda og gjörbreytt því rándið hana, bara strax í 5-5. En Vega hérna eru bara komnir inn á A-stætið, en Dóm er þá lífi, 5-5 og bomba frá niður, en getið þið sko nær Dóm. Hittar undir fótunum þarna, þeir eru komin með menn í alla stöður hérna. Framar ætla Vega ekki en nú er búið að gefa upp á info. Vírusinn eiginlega fastur núna. Ekki góður molli. Já, nema út af mollanum og þá getur hann ítt framar. Frábær molli hérna á Vírus. Og nú er þeir bara búin að tryggja þetta held ég Vega. Þeir bakka ekki og spila postplant, þeir íta á móti og það verður til þess að Skún hefur ekkert annað að gera en að bakka. Hann fær ekkert í þessu rándi held ég, þeir ætla líka bara að hönda, hleypa honum ekki einu sinni burtu. Deathkick er svolítið low, hann getur ekki sparað, hann getur bara drepið. Nær hann þeir og fellur og Kitty Disco er þetta líka, þannig að það falla þeirra á byssir og Vega. Skúnar ekki sparinu völdum bombu og þá... Þessi peningur réttur er Brion með 7 og 6. Hann alltaf fekk hérna... Já, hann var með Mach 10 alltaf í rándir og undan, sparað. Ok, mega sense. Já, það er alltaf fullt af Mach 10 kills, já, mega sense. Hann hendir hérna vappanum yfir á Vírus, sýnist mér, þannig að... En þetta var mjög áhugavert rándsamt. ADHD í bláu, þeir fara bara fram í honum, Dómar eitthvað hann á fjarkanum og þeir hlaupa bara fram í honum líka, plant 5v5 á A-sætinu. Og báðir A-spilarnir voru bara... Búin að bakka, já. Farnir út, eða þú veist, bara fjarri bardaganum. Deathkick opnar þetta, Dóm svarar og Vanker. Deathkick með 2 hérna og þeir eiga B-sætið. Það var hratt eitthvað hérna. Það voru 2 sem fóru bara í hratt pick B-main. ADHD tekur út Vírus, nær vappanum. Smókurinn hverfur akkurat, ég held að hann hafi ekki verið að búast við því. Deathkick heldur línunni fyrir. Þannig að þetta er kannski smá óhefni, ég held að hann hafi ekki verið að búast við því. Vappin fellur þarna, Dóm 1 núna eftir. En hvar eru allir? Þetta er eiginlega bara svolítið flott hjá Vega að vera bara svolítið rólegir út af því að hann getur verið hvað sem er. En komið ykkur fyrir saman, spiliði töluna og nú er þetta öruggt spottað og þá er komið infoið, bomban getur farið niður í friði og rándið hvað sem er komið. Ég er mjög forvitin hvort að þetta hafi verið kóla á spóni að Kitty Disco og Deathkick myndi reyna að fara í pikki út monster eða hvort þeir hafi reakta bara út af því að þeir fengu svo mikið barda þarna á fountain. Já. Mögulega að við vita að þeir voru 3, voru í mesta lagi þá 2 á B-inu og hafi þá bara labbað út monsterinn og farið í pikkið og Deathkick náði 2 pikkum. Já, einmitt og það er allavega... Sýttist þeir allavega að fara út monster frekar en sortið. Náðu ekki alveg að spotta það. Actionið er búið að vera svolítið pakka hérna á Vega, þeir eru að koma sterkir núna inn. Eiginlega bara með sama momentum og í lok núks byrjuðu ekki alveg á milljón. Saga voru meira að segja hátt yfir enn til að byrja með, en snerist það svo við
Brion búinn að sýna sig að hann á réttum stað. Deathcake að koma líka sterkur inn í þessum leik, 9 kill á honum. Vanger fellur ATH sem búinn að vera hérna í honanum. Vissart pingaður, nær samt að bakka í annað skot, þannig að það eiginlega bara gott. Ennþá lár, en ennþá með línu. Musli tekur sína eigin línu, heldur shortinu hérna og Monster svona reinforcement. Þeir ákvaða að vera svolítið aftalega núna og reyna að sækja sér 1 frítt kill, en það held ég að sé búið. Kitty Disco heldur sprayinu inni og það bara nákvæmlega rétta í stöðunni. 6 komið núna á veka. Það ég ætla að fagna því hérna, ég glimti í fyrra mappinu að við fáum Kitty Disco á kameru. Það hefur ekki gerst áður, bara í íslensku Counter-Strike. Ég held bara að enginn hafi séð hana mann. En þannig hann gullfallið drengurinn. Jú. Og núna hefur líka myndanum, þannig að við getum bara photoshopa hvaða treyju sem á hann í framtíði. Mikrofónin hans jafn spenntur og ég á sunnudagskvöldi. Yfir áfram, gakk, herri, já. Hvað? Ekki neitt, bara áfram, gakk. 1 stendur skorið, Deathcake, hann fremstur hérna. Musli ekki tilbúin, ekki með byssuna upp, en Deathcake nær ekki að tengja pressan hins vegar nóg og sterk. Deathcake búinn að setja mikla pressu á B hérna öllum náttúrum hingað til. Halda svo rólegu, en það spammað í gegnum. Vissart svolítið lágur, má ekki láta taka sér frítt hérna. Ákveðin neitt. Ég elskar að elta killið sín hérna. Hann kom með línur og undan en ATH tengir, Vírus hittir ekki. ATH komin hérna inn í hornið, vá. Sleppur þarna. Kitty Disco með skún. Kitty Disco búinn á mörgum pikkum hann á B-inu líka. Hann og Deathcake mjög vinnir hérna. Það var í Monster. Og hann með bombuna. Spurning hvort hann hafi séð bombur hann að skúna áður hann fjall. ATH að fara að leita núna niður í bláu. ATH elskar að finna upplýsingar í þessu mappi. Sér engan í bláu, sá engan á shortinu. Það ætlar að kíkja aftur upp. En Vekar á meðan að labba út Monsterinn og hérna kemur smók fyrir Sniper. Þannig Steve-O, a.k.a. Musli að fara að mæta þeim. Hann fellur. Fræjón, hann reytaður út. Vissart tekur 2. Og dingar Vanger eða klárar þetta. Vel gert hjá Vissart. Heldur sínu liðir svona inn í mappinu. Það alltaf jafn satisfying að sjá menn skipti yfir í pisluna og taka þetta eina cherry pop eitthvað. Já. Sápaði við mjög skemmtilegt myndband í dag. Já. Sem var tekið af einhverjum manni sem ég gerir ráð fyrir að sé rússi eða allavega frá Austur-Európu. Hann var að stríma og var að spila Face-It með Vissart sem virðist vera að solo-queua. Og hann gjössalega trilltur út í Vissart þegar hann getur ekki spilað með hann Íslending gargandi í eyrunum sér allan leikinn og mjútar hann og svo bótkikkar hann endanum. Ég væri mjög til í að sjá þessa klippi, ég hef ekki heyrt það. Vírus finnur Vissart síðan gaggandi Íslendinginn en ATH ætlar að elta þetta kill. ATH eins og ég segi bara elskar að eltast við upplýsingir í þessu mappi og hann fær fullt af þeim. Þetta svo... Hann með allt info að minn, allt info. Þetta eitt af þessum sko aggressífu vöppum sem að bara einhvern veginn, það bara ákveðnir leikmenn sem geta spila svona og hann bara einn og hann búinn að mastera það að vera í þessu chaosi. Komin hérna framalega en Brion komin svolítið framalega hérna núna en hann aldrei að fara að búast við ATH. Dom nær ekki tengingunni, Flassi, gullfallegt. Tek saman fram að þetta nýji ATH. Núna er hann fyrst að pússa áfram. Hann var búinn að bíða þarna heil lengi. Gamli ATH hefði bara pússað alla leið strax. Það svoleiðis. Hann búinn að hemja sig aðeins en þá allavega kemur á opninu núna og fer Veka alla leið með þetta inn á B, það ekkert annað. Vírus tekur þó að Musli skún segi fellur og þessi greina getur verið góð. Bomba fellur. Nei, what? Nei, what? Ha? Bomban nær ekki, byrju, ha? Nei, fer hann fyrir hotnið. Hann plantar fyrir heaven og leta litla hot bjargar honum. Ég sá ekki hvort hann tók skrámu eða ekki, en 2 HP og 3 HP og þeir hafi ekki hugmynd af því. ATH núna 1 og hann lági maður sem í hættu. Ekki bara það heldur, glokkan anskotanskóð núna í þessum leik. Það bara nóg.
hitti beint hann að höfuð, þetta var sko, það er svo leiðilegt, ég er að tala ADHD sem búin að þroska, skilurðu. Já, ég veit það. Það tók þroska múi sem var að bíða pússa ekki þetta leið af því að hann er búinn að sækja upplýsingar fyrir liðið sitt og núna heldur hann bara stuð, þannig get ekki bakka tíspól megin. En, þú veist, svo horfum maður á þetta bara, ef hann hefði pússað áfram, þá er hann öllum í bak. Algjörlega, það er nefnilega það. Þetta er svona, þú veist, þú kannski, þú vilt aldrei vera ástæðan fyrir að rándið klikkaði. En hann er líka með þannig vissu að hann eiginlega, þú veist, það er svo erfitt að sækjast í multis eins og þarna til dæmis hefði hann pússaði bak. Já, einmitt. Hann fór núna, endalaust bara fara út hérna. Deathcake er gjörsamlega að pakka þeim saman á B-inu. Skúnar að fella hann, Bríó tekur, Dom og Skún fellur. Hann er bara að fæta út allt hérna ADHD. Ég vill svo mikið taka þátt í þessu en hann bara færi það ekki. Wizard og ADHD núna 1-2 eftir og þeir bara resetta alveg hérna á Vega. Vírus afsækiði nógu framilega til að geta sagt hann að þeir geti hlupið hérna. Along er ennþá smá óvissan en þeir virðast hafa samt nógu sterka hugmynd hvar leikmenn eru eða ekki og þeir keyra hérna út longi en þá ættu þeir að fara að huga því að ADHD, hann er hérna í konnektor og þeir nokkurni búast við því. Hann lappar í gegnum smókin og það er hans jarðaför. Þetta er búið að gerast núna tvisvar. Bríón kannski bara að kóla það, hann áða til að lappa í gegnum smók. Það er akkurat þannig. Wizard núna eini leikmaðurinn eftir og mér sýnist þeir vera bara nokkuð öryggir hvar hann er. Bomban fer niður en geta þeir haldið þessu tekið 8. rándi fyrir Vega. Sterkur attack-helmingur. Virkilega Wizard gera þetta rándi hérna, tekur geta disko út. Það er vappi en þá vírus sem er vantalega með línu einhvers staðar. Molli kemur inn á. Það eiga að smóka hérna í klötsunum. Þeir eru með nade. Já. Stikkar ekki og það er kemur smókurinn og hann, já, það er bara, þetta er munurinn á CS2, þú getur gert þetta. Það er ekki eins sterkt og bara virkilega, ég held að hann hafi ekki eins og verið að búast við þessu, það kemur neitt þarna mögulega. Nei, það er mjög pirrandi þegar hitlið á grinu, sko, búin að spara smókið inn eftir og hittið mig grinu og stúta þér alveg, já. En ég vegar samt að benda á það er bara ekki neitt að frétta af mínum mönnum á B, en er þetta ekki Skún og Musli sem eru þarna? Já. Svona að bera mesta ábyrgð á þessu allavega. Musli ekki alveg. Þeir eru samt búin að spila 3 á B í allan tíman, en Vega er bara búin að labba út monsterinn á pikkum bara einhverju einasta rondi. Deathcake og Kitty Disco, gjössalega búin að pakka þeim saman. Þetta er aggressivt múvina hjá ADHD. Hann er ekki að tengja þarna, hendi mólum niður og spreyjar í gegn, veit að hann er að reyna eitthvað riski. Já, það kom samt play á móti því sem Vega búin að gera. Þeir tóku shorti hart hérna, Saga og vinna bardaðan. Loksins vinnaði bardaðan á B-inu. Það er enda rétt hjá þér. Bríón er eini sem að kemur gott út úr þessu en hann heldur sér áfram gangandi, þykist laupa hérna, hann steppar síðan í burtu, Wizard veit betur, heyri þetta en hvar eru síðustu 2 leikmenninni? Kitty Disco og Vírus búin að láta vita af sér en þá er Kitty Disco ennþá óvitað. Vírus var bara mættur inn á A þannig, núna bakka fjarkan, Wizard kemur upp úr Bláu og Musli hérna í síðistega. Þetta er svona, þetta getur farið í hvaða átt sem er ennþá. Of stórt mapp fyrir svona að fá að leik en nú hann spottar hann rétt svo og tekur hann höfuð á honum, þá er bara 1 leikmaður eftir til að gera eitthvað og það er Musli. Hann er ennþá á 0 killum og þarf eiginlega að vonast eftir 2G, svolítið erfitt að biðja en ef það er tími til að fara í gang fyrir sögu og þá er það núna. Bomban fer niður og hann er búinn að spotta 1 og hann sér hann en það er ekki nema hinum. Spottaður á undan og það var Kitty Disco sem að sér í hann og færi sig yfir á hann, gefur infóið og þá er það 9. rándi fyrir Vega. Þetta lítur ekki vel út fyrir sig. Nei, ég er mjög forvitinn hvernig mappir að spila samt í prósinunni. Veistu eitthvað hvernig þið er að fara svona stöðulega séð? Málið er að það er svolítið sama sagan með overpass úti, er að þessi nýju möpp, það er enginn sem þorir að taka þetta wild pick, það má segja það. Train, það er aðeins búið að svona ok, við þorum að spila þetta en það bara spila svo allt öðruvísi. Overpass, ég skil ekki af hverju menn er ekki að spila það fyrr því að það er ekkert svo mikið breytt í því nema sjálfur leikurinn. En það er sama þar, við erum eiginlega svona, ég er eiginlega sjálfur að sjá fyrstu niðurstöðunar hvernig það virkar núna. Pro
senan erlendis eða hér. Já, það er kannski aðeins eftir að setla svona, það er kannski fyrir randó til að byrja með og svo fara liðin aftur að læra inn á þetta. Algjörlega. Þetta mapp spila svo allt öðru sem núna, býttu, já. Með bara frábær tæmingina, hann er alltaf að fara, hvort velur hann B eða A, það er spurningin, hann velur A og er að fara að flanka og hérna á öllum upplýsingum. Það er samt, Kitty Disco, tekur hann út, hann var að fylgjast með hún grunaði þetta Kitty Disco. Það er risastórt hjá honum. Það er bara ekkert að ganga hjá sögu núna. Nei, bara nákvæmlega ekki neitt. Vissart, Hillary Leon, Steppi Molla, hvað vil það gera? Alltaf bakka þetta B-inu, heyrðis mér. Vita einu minn að það bakka bara hratt B. Ekki búinn að gefa í eins og er. Jú, hérna koma hlauput. Það er, hvað er maður hann á B-inu? Hann er í snæper hérna held ég. Sjá hann. Hann er búinn að særa Brian og Kitty Disco. Bomba við niður. Erfitt retake en samt allt í lagi hvað varðar skaða á hérna Vega en geta að spila trade-leikinn vel, virðist ekki vera, það er þá Kitty Disco einn að halda sætinu, Vissar þarf að sækja þetta og hann gerir það, hann næri ekki að koma sér Vanger nógu snemma til að spila trade-ið en það er búið að teka bombuna, pressan er komin í gang. Vanger lesi þetta 100%. Og það er bara nákvæmlega, hann er svolítið mér finnst magnað að þú gerir þetta í 9-2 stöðu. Ég held að Vanger hafi bara að checka skóbroti hverju var lifandi, Vissart feikar alltaf. Er það málið? Já. Ég held að. Vissart er líka búin að gera það nákvæmlega sama á móti vírus fyrir leiknum. Já. Og ég held að þetta sé svolítið mér finnst hans method. Þetta líka double tick á bombuna er alltaf svo svona eins og veistu hvað ég minna? Ef að ég ætla að pika gæðin svo heyri ég annað tikk þá svona hann er eitthvað óviss sko. Ég var mjög fórhundin þegar ég kem heim að spyrja Vanger hvort hann hafi bara checkað skóbóltið á móti hverjum hann var að spila. Það var áhugavert info fyrir næstu útsendingu en 10-2 nú eiginlega bara hreint út sagt erfiðari hliðin fyrir sögu og ég held að þeir þurfa bara að vera með mjög snirtan offense helming hérna ef að þeir ætla að fara með þetta alla leið. Þú kallar þetta offense, það er auðvitað hvaðan að þú kemur. Vanger er búin að push up en þessi smókur hérna er að fara að koma í snæpir. Nefa Vanger náði bara að skjóta hann hérna í nakkan. Vanger ákveður fyrir átt að A-inu. Fellur og þá kynum allar að smókurinn í snæpir. The gig is up. Og flash yfir monster. Þannig koma þær út. Ná að fella Kitty Disco. Komið inn og sæti vírusmæti Deathcake á shortinu og þeir falla hérna allir skún einn eftir. Tekur 2. Þetta er, ég er yfirleitt ekki fljótur að segja þetta sé búið. Hvað þá þegar að mér ber skylda að halda spennunni í leiknum en er þetta ekki bara búið? Hvað getur Saga gert núna? Þeir eru komnir í spar, þeir eru að forsa. Þetta er svolítið svona, ég held að hausinn sé bara ekkert með þeim lengur. Nei, ég meina þetta er komið rosa langt, ég ætla samt ekkert að segja þetta sé búið. Alls ekki, en það er svo stutt á milli í þessu MR12 dæmi. Það er nefnilega það sem ég meina. Við erum að horfa á, akkurat, síðast þessi lið mætast í Overpass þá akkurat many moons ago að þá er þetta MR16. Þá hefur meiri svona leyfi fyrir mistök en hérna er þetta bara hreint augun. Herru, ég er búinn að missa trúna á sögu núna eftir þetta. Við höfum nú séð mikið, ég verður að segja, frá því að hafa hort á prósinna úti, það er miklu meira comebacks og ég er alls ekki að fara að henda því í lofti en það er sama saga við vorum að segja út af þessu MR12. En það er líka Vega, þeir mega ekki vera of brosandi í kampinu hjá sér núna sko. Þeir mega ekki vera of svona haha strákar, því að þetta hefur eins og segir verið closed í gegnum tíðina. Þeir eru samt bara held ég að fara að leika sér það er autosótkun komin á Brian, hann er að fara að taka shortið. Það sem ég meina, mér finnst það að vera svona of snemmt að fara að dóra því en ef þú horfir akkurat yfir allt skorborði hjá Vega þá eru þeir bara jafnir, það eru allir on hjá Vega, ekki að sama hægt að segja hjá sögu. Músli búinn að vera mjög óheppinn í þessu leik sömuleiðis ADHD. Ég satt búinn að fragga vel hann reyndar í þessum leik. Brian reyndi þetta bara, af hverju ekki? Mjögulega mapp á matchpointin að Vissart heldur áfram að ná frökkum. 3-2.
og já, ekki mikið map-kontrólina svo sem hjá, þeir ekki komið með closetin eða neitt og þá var ADHD einn eftir. Þetta fara að líta út fyrir að vera endalógin nema ADHD geti tekið eitthvað úr rassvasunum en hvað væri það? Hann með allt utility, hann með byssu en hann með ADHD? Getur hann fókusa á alla þessa hluti? Hann Þetta bara spilar stöðuna svo vel, infóið komið, hann tekur þetta fight, fær það frýtt, hann kýs að spila þetta rólega ennþá, hann ætlar að taka hvern einasta séns en Vírus með línuna. 40 sekundur. Já, Vírus ekkert að selja sig, hann spotta hana bara alveg, Og þeir eru neðan báðum megin. Búnir að þrengja og það þýðir að eina optionið annað en að þeir eru að fara að labba í línuna að hann sé komin eitthvað lengst tilbaka. Þið vissu bara nákvæmlega hvað hann var, sko. Já. Það var ekkert annað í stöðunni þarna en að gefa sigurinn yfir til Vega með varamann inn á svæði. Hver hefði haldið það? Allavega ekki ég. Já, ég meina frábært overpassmappi á Vega. Spurning hvort að þetta muni bara vera pikkera ef að liðir ekki að banna þetta mótið þeim út mótið. Ég væri til í að sjá meira overpass en ég held að sé snemmt að fara að segja út af því að eins og ég segi, overpass þetta svolítið óvita mapp en ég verð að sjá meira af þessu spilaði í deildinu og ég hvet öll lið til að velja þetta mapp. Til að skratsa bara ykkar strattbók og bara veljiði bara overpass. Já, en það verður samt forvindilegt að vita hvernig það verður þegar Serk kemur aftur Ingi Lítir sem ég veit að fílar ekki overpass, þú veist. Hann örugglega ekki að fara að overturna restina af liðinu, allir hinn í 4 vilja að spila mappið en þá það bara að koma honum í einhverja stöðu sem honum líður vel í og líka, þú veist, í terri einhverja stöðu sem reyndar náttúrulega báðum megin, bara einhverja stöðu sem hann ekki bara líður vel í, heldur líður vel í að kóla. Það stundum, það þarf ekki endilega að vera nákvæmlega eins. Það kom mér óvart einmitt hvað Brion, sko, ég vissi hvað hann hefði í sér sem leikmaður en ekki endilega í prósinu því að ég hef aldrei, ég hef svona tekið einhverja leiki með honum hér og þar en það sko gamla það sko. Já. Þannig að ég þekki ekki alveg hvað hann myndi standa á móti eins og eins sem varamaður og eins og segir þeir eru búin að reyna að ná honum lengi þessi flug. Já, eða þú veist, hann er náttúrulega í liðinu núna, Kiddi Disco er í raun og veru á bekknum Já, ekki varamaður en sem nýliði. Já, klálega. Þetta er samt svona leikmaður sem að maður er búin að vilja sjá í einhverju förstu liði deildinni bara í mörg ár, en það hefur alltaf verið ég held að það er út af starfinn hans, það sé erfitt fyrir hann að koma eitthvað í svona marga leiki og eitthvað þannig. Gleymum því stundum að við erum ekki allir á topplaunum, við þurfum einhvern veginn að byggja þetta upp en við erum allavega með skemmtilegt eins og Tommi og Óli sagði í síðustu útsendingu að flórið að hækka og ég trúi því bara frá þeirra orði út af því að ég sá þetta, það er búið að vera svona í gegnum tíðina bara þeman. Við erum að snirta deildina miklu betur og það er meiri svona óvissa hver getur unnið hvaða leiki finnst mér en þessi lið þarna, hvað var ekki Hyper að koma við deildina líka, það er alveg sko, það er virkilega sterkt lið, það nistalið, mér leist alveg vel á það þegar ég sá line-upið. Já, einmitt. Þó hafi verið vissilega lent frekar illa í fyrstu umferð en það verður spennandi samt þegar þið fara að sjá skilur þá á móti, þú veist, hvernig spjarir þessi liði sig á móti liðum svo Sögu kannski eða einhverju þannig hvort þið sé að fara að ná að stríða þeim, kannski taka map eða í dæmi overtime eða eitthvað þannig, hvort þið ná jafnvel sigrinum, það verður forvitnilegt að fylgjast með því. Eins og staðan allavega stendur núna að það eru Þór, Vega og Dusty búin að sækja sér sigur og eitt liðið er sennilega ennþá að klára sinn leik þannig að ég ætla ekki að fara of langt fram á mér en þetta er allavega fyrstu liðin sem að sækja sér stig. Ég ætla að fá að gefa þér heiðurinn á að velja MVP. Ég er með nafn í huga en það er kannski svolítið biased en það var það sem ég beið eftir að sjá. Hann var ekki bara skemmtilegur, hann var með 22, 3, 4 kill eitthvað í núgleiknum líka. Hann var líka sterkur, þó svo að hann hafi kannski, það var kannski ekki sást út allt en hann var bara að sækja kill hér og þar. Já, þú vilt segja Brian þá, vantarlega. Ég langar að segja það, en ég ætla að gefa það yfir. Jú, mér finnst það alveg fair, sko. Ég fannst, þú veist, þannig í það sem vann samt þennan overpassleik, myndi ég segja samt var þetta Kidda Disco, Deathcake combo, BM-in, þeir voru virkilega öflugir, sko. Þeir held ég hafi ekki tapað treyti þarna á B-inu. Venjulega var það bara alveg clean, en þegar þeir treytuðu þá voru að treyta vel. Ég vildi vera Deathcake fyrstur, Kidda Disco nr. 2.
en ég held samt heilt yfir séð alveg pottir rétt hjá þér að Brian fái MVP-ð. Ég langar að segja það, svo að því að sko svo þegar maður horfði á overpass-leikina, þegar maður þannig að taka báða leiki til greina, að overpass-leikur þá voru veka leikmenn allir að spila. Já. Það var ekki Brion þar endilega, þú veist, ég hef getað að gefa honum MVP fyrir highlightið, en ef þú horfir á alla leikmennar þar þá voru þokkalega jafnir. Já. Og eins og þú segir Deathkick og Co voru þarna með Banana og það vantilega sigraði þennan leik, en ef við tökum það að allir hafi verið jafnir og svo ofan að það var Brion til staðar á Nuke, Já. að þá langar mér að gefa honum heiðurinn á MVP-inu í kvöld, en ég ætla að senda okkur held ég bara heim. Ég held að það sé í lagi, ekki nema að vera að senda mér eitthvað vitlausar upplýsingar, en já, ég ætla að senda okkur heim hér í kvöld. Það er helgi framundan og ég bið ykkur að fara varlega inn í hana af því að við viljum sjá okkur hress og kát núna á þriðjudaginn þar sem að Tommi og Óli taka við á ykkur með umferð númer 3. Ekki fara langt, pís frá mér og Einar Sim.